Góða kvöldi, kæru gestir, verið velkomin í 5. umferð GTS Iceland. Ég heiti Brynjólfur Páll og verð lýsandi ykkar hér í kvöld. Gaman að sjá ykkur aftur, ég var í frí í síðustu útsendingu. Með mér líka hérna gamalkunnur gestur sem var reyndar líka að leysa af, að mér skilst. Ég að leysa af hann Guffa núna og jú, ég var að leysa Guffa í seinustu keppni líka þegar þú varst ekki. Leysti mig af? Já, ég leysti þig af, ég leysti þig af. Það er rétt. Já, Daniel heiti ég og er búinn að vera hérna lýsandi áður en er núna orðin meiri svona tæknimaður, þannig að ég er meiri svona bak við tjöldin í útsendingunum en þar sem að Guffi er núna stattur erlendis. Já, það er bara, það er eins og það er, menn eiga sitt líf fyrir utan brautina, fyrir utan sýndarveruleika heiminn. Nákvæmlega. Nema hvað, eins og ég sagði, við erum komin hérna í 5. umferð og við erum á leiðinni til Ameríku í Flórida. Já. Á Daytona. Daytona, infield. Ég er komið til Daytona Beach, en ég fór reyndar ekki á brautina, en ég fór þangað í spring break einu sinni, því ég bjó í Ameríku. Já. En það er önnur saga. Við erum að fara að keppa núna í kvöld, hörkuspennandi keppni. Já. Förum rennum svona kannski örstnætt yfir það. Við erum byrja með þá, erum við á GR1 bílum. Já, grúp 1. Það er það sem er sambærilegt svona LMP1 og LMPH og allt svoleiðis dæmi, sko. Já, það er það sem hann er að segja. Mannamáli er að þetta eru hybrid bílarflokkur og líka svona ofur bílarflokkur. Já, í rauninni, sko. Og það var svona álitamál hvaða bílar eru bestur á brautinni, menn það ágjör að þetta one make race. Já. Allir eru á sama bílnum, en það var Porschen 919 sem allir heldur að væri sterkastur, en mér sýnst nú svona í grófum dráttum að margir hafa valið sér Möstu. Já, það lítur út úr það. Hann er naturally inspired, eins og ég segja. Hann er ekki turbobíl og hann er ekki heldur með batteri. Nei, akkurat. Það er svolítið áhugavert því að hann er þá hægari svona af stað, hann er hægari í beigunum en hann líður fyrir það á löngu köflunum og heldur betur langi kaflar í kvöld. Það er einmitt málið, sko, og það er sko, þó að þetta séu beigukaflar, þessi löngu kaflar, þá er þetta samt sko, þetta er mjög afleiðandi beigur, þetta er náttúrulega í rauninni bara NASCAR-braut sem er búið að setja infield á hann, að það er í rauninni ekki það mikill partur af brautinu sem að þú þarft á acceleration, eða þessi inngjöfinni að halda upptækinu, það er orðið sem ég leita af. Þetta verður bara mjög áhugavert að fylgjast með og með grunar að margir sem er að keppa núna á morgun í fyrstu deildinni eru spenntir að sjá hver hefur betur. Já, nákvæmlega. Eins og ég segi, það voru allir hallast af Porschenum en núna virðist þetta vera þá two-make og raunar tvær gerðir af bílum hvernig þið fungera. Já. Þetta verður mjög spennandi. Mazdan er aðeins hægar í upptæki en með mikið meiri endarhraða og Daytona brautinu, fyrir maður sér í hana. Daytona þekktur að vera óvalbraut. Já. En eins og ég var nú að minnast af áðan í spjalli hérna fyrir útsendingu, þá var þessi braut breytt hérna snemma í COVID, þeir gripu gæsina eða notuðu tækifæri skulum segja, þegar keppni féllu niður og þeir breyttu brautinni, bjöggu til þetta infield, þetta er raunverulegt infield sem er einmitt gerðu til þess að svolítið keppa við Watkins Glen. Já. Það hafa meiri fjölbreytileika í keppnunum hjá sér. Já, nákvæmlega. Og það verður bara mjög skemmtilegt að fylgjast með því í kvöld. Við erum að fara að keppa 40 hringi. Já, kæra 40 hringi. Og það verður sko, það er svolítið þannig að við máttum vera að tala mikið dekkjaslit. Það er mjög lítið í kvöld. Já. Af því að beygjunar eru fáar. Já. Og dekkin enda skriða lengi og reynir spurning hvort þetta verður 1 eða 2 stopp. Já. Það er ekki þetta henni sem vorum við búin að eiga við, hann vorum með Red Bull X bílinn. Já, akkurat. Það eru 5 stopp þar líka við, sko. Það þurfti ekkert vísindamann til að halda utan að hvað mörg stopp og reyna að fylgjast með því öllu daradans. En í kvöld verður þetta frekar einfalt fyrir okkur, held ég, og við verðum kannski meira svona lýsar það sem er að gerast á brautinni frekar en einhverju pitstop strategíum, þar sem það er í boði mestalagi 2 stopp ef svo. Já. Og maður segja að ég sé að fara með fleipur, en það hefur nú margt ýmislegt gerst óvænt. Já. Ég menna það er náttúrulega mandatory dekk, þú verður að vera með medium dekk og þú verður að vera með hard dekk einu sinni, þannig að það getur vel verið að einhverjum detti í huga að skella yfir í 3. stoppið og fara á soft dekk og reyna að ná einhverjum superhringi eitthvað svoleiðis. Já, annar stoppið, sko, því að þegar við erum að tala um það er raunverulega hægt að taka þessa keppni 40 hringi frekar auðvitað að mér skilst með einu stoppi. Já. Og það held ég að það verður líklega það sem flesti gera
Já, og þá erum við að tala að menn eru þá á byrja annarkvæmt á hard eða medium og fara síðan yfir á hitt ekkið. En það nú svo sem margir komið á óvart og maður nefnir ykkur að þá hefur Eva verið dugleg og hennar liðsfélagi Magnús Ármanns að koma með eitthvað óvænt sko, og það alltaf af hennu góða, það er ekkert gaman þessi svona fyrirsjálegt, þannig að okkur hlakka mikið til að sjá hvernig þetta spilast út í kvöld. Já. En já, fyrirgeðu. Þú varst með stats. Já. Ég að skipta yfir á þau núna. Hingraði augnablik. Við langar bara að kynna hvað og horfa á sem sagt. Núna sem sagt 5. braut ársins, 5. keppni ársins að byrja og við erum akkurat hálfnuð með tímabilið. Já. Og mér fannst nú ekki vegi að fara aðeins yfir stöðu mála. Sjá svona hvernig toppir baráttan lítur út og hvernig miðjan og neðri hlutinn. Og svona rennum svolítið aðeins yfir það núna. Við kemur nú á skjáinn hérna smá grafík. Það verið komið. Já, og það komið og ef við skoðum það hérna, þegar við sjáum sko, það svolítið kannski ruglingslegt. Við sjáum þarna þannig að það stig sem eru hvít og svo lengst til hægri alls. Það nefnilega svo að það versta keppnin, hún dettur út hjá keppendum og þarna að sjá báða stigaflokkana svolítið svona blandaða en sko þarna sjáum við að Eva sko hún hana hún í 3. sæti ef verið ekki dregið frá versta keppnin. Hún fekk náttúrulega bara 1 stig. Þetta svolítið villandi tölur, þetta mun líklega jafnast svolítið út þegar framlega stundir. En þetta sem það segir samt fyrir Evu, þó hún líti vel út hana í alls stigum, þá það svo að þá má hún heldur ekki hún má ekki gera neitt feil, því að þá fer að kosta sko og augnablik. Daniel, geti ég beðið að stækka þetta aðeins hérna fyrir mig á skjánum, þannig fyrir mig hérna? Já. Við erum hérna, þetta svona tæknilegt útfærslu atriði sem þið ekki sjá heima hjá okkur. Við erum með svona lítið skjá hérna sem ég þarf að lesa af, við erum að biðja að fá hann aðeins stærri og það að gerast núna, þannig getur rætt þetta meira viti. Og þá erum við að tala hérna, nú sé ég þetta betur með ykkur að kæra áhörendur, að þarna erum við með, sem ég segi, horfum á stíginn, það Eva með 69, semst 4. lengst til hægri, og svo erum við Jökull það 72 og Davíð 70, en lengst til hægri Eva á toppnum. Þetta, sko, ég fór að hugsa út í þetta í dag, þá eins og ég segi, var að reyna að útskýra áðan, þá þetta svolítið villandi tölur núna. Eva búin að taka út sína skítakeppni, hún undir meiri pressu, þannig að það fellur niður bara 1 stig á henni. En sem sagt að Jökull og Davíð eiga svolítið inni sko að taka svona eina keppni upp á bak og svo fyrir aðeins neðar listan sko, við sjáum líka Kári, hann hoppar hann niður af því að hann búin að vera svo stabíll, þá hann að missa 16 sem með sína vestu keppni 16 stig en Ívar með sér 3 og hann jafn honum stigum, en þetta mun bara koma sér Kára til góðs þegar framlíða stundir að eiga inni svolítið eina lilla keppni og hann það bara eiga aðeins verri keppni heldur en Ívar. Þannig að þetta svolítið svona, ég veit ekki, sko, þetta kannski pínu flókið sem ég ræða, en ég ætla að vildi samt sýna ykkur þetta því að það meira svona í spilanum að horfa á neðri partinn. Við förum hérna niður og við förum niður í 9. sæti, ég ætla að fara þangað og ég ætla að leyfa Hannes að vera hann í miðjupakkanum, en ég ætla að setja því miður að Robba í neðri pakkan, því við sjáum það hann með 21 stig, og svo eru komin niður í 14. sæti, það Ingi Þór með 15. Þetta engin munur, þetta er bara 6 stig og það mjög fljótt að breytast. Við sjáum það nefnilega sko að því að ég vil segja meina að setjapakkina, við sjáum verstu keppninar, þeir eru allir búin að taka út svolítið lélega keppnir og það verður bara mjög forvitnilegt að sjá hvernig spilast úr þessu. Þetta bara svona menn sem þurfa að fara aðeins að spýta í lóana. Það náttúrulega Ingi, en ég hef raunur ekkert ágjör Inga, hann búin að taka 15 stigin sín úr 2 keppnum. Raggi, hann líka, hann svona óvænt, myndi ég segja neðarlega. Ég átti vonan sem svona ferskari nýlega, svo mætti orða komast. Svo Agnar, hann svolítið, þegar sko áreinir, þá beit hann í skjaldarendunar á síðasta tímabili. Þannig að það verður forvitnilegt að fylgjast með honum í kvöld. Já, hann mitt var í rauninni í fallbaráttu en bara tók sig algjörlega til og náði að klifra sig upp úr fallbaráttunni bara rétt í lokin. Já, og ég ætla að setja Magnús Árna, hann
byrjaði þrusuvel með 10 stig, en hann búinn að dala síðan og hann að súast hann inn í botnbaráttuna eftir að byrja virkilega vel. Jón Ægir, ég hef nú alltaf haft gaman að Jón Ægi, hann er svona skapgaur, stemningskall og annarkvort hann stuði eða óstuði. Þannig að það, ég einhvern veginn, en þetta svo fljótt að breytast, við sjáum það, ég meina, menn á okkur góða stöðum 10 stigum í kvöld, þá erum menn búin að hoppa hátt upp töfluna, í botnbaráttunni. Nákvæmlega. En svo fór ég reyndar, þið sjáum það, við erum búin að taka hana niður, við sjáum uppi, við sjáum 4 umferðinar og ég búin að breyta litunum á 1. og 4. umferð og skrifa nefnilega neðst af hverju, því að 1. og 4. umferð var kepptar á GR3 bílum, sem eru svona bílar sem velja fólki velur út mótið þegar þeir eru taka 5 keppnir á þeim bíl og ef við skoðum nefnilega svo næstu töflu svona bara í grínnu hvernig munur nákvæmni menn að standa sig á GR3 eða í þessu blanda flokki það sem bara one-off á bílnum og þarna eru svona skemmtilegi punktar sem geti haft áhrif á hvernig menn spá kvöldin í kvöld og það senast Eva, hún búin að vinna báða GR3 keppnina sínar. Já, og það eru bara 1-2 GR3 keppnina sem búin að vera á þessu tímabili. Akkurat. Og nú erum við að keppa á svona hraðskröfum bíl. Við erum búin að vera á GR2 sem hraðar en GR3. Við erum búin að vera á Red Bull X21 sem mjög, mjög hraður. Og nú erum við aftur á mjög, mjög hraðum bíl í kvöld. Þannig að spurning hvort þetta segir eitthvað styrkleika keppenda. Þetta svona bara forvitnileg pæling fyrir okkur að hafa gaman að þessu. En við sjáum að Eva að munurinn hún búin að fá meðal 25 stig. Þetta meðaltölin 25 og hún búin að fá 9 og 10, meðaltal 9,5. Þarna minnum 15 stigum. Og aftur á móti Jökull búin að standa sig þrusuvel á svona blöndu dæmi. Og það þannig að ég býst nú reynda við Jökli mjög sterkum í kvöld. Já. Og svo sjáum við náttúrulega Davíð, Rúnar, Ívar og Kári, þeir eru svolítið svona steady Eddie, þeir eru búin að vera nokkuð jafn góður árangur hjá þeim á samkvæður að keyra. Dimmi hins vegar með líka afgerandi mismun. Hann ekki að fíla sig á öðrum bílum en GR3. Sér það, hann með 20 stiga meðaltali á GR3 og 5 þegar hann að þarf að eiga eitthvað nýjan grip. Þetta svona meira til gaman skerst að pæla í þessu. Ég setti nú ekki, ég var ekki að setja þetta græna og rauða hérna á marga keppendur, bara það sem voru svolítið öfgakendir munir, Gunni, hann standið sig vel á blöndu, það kemur mér svolítið óvart, það kemur úr náttúrulega rally heiminum. Já. Og Robby líka. Hann að standa sig betur á blöndu en GR3. Þetta er svona svolítið skrítið og Raggi, ég veit að hann kemur úr F1 heiminum, svona í gamla daga, þá var hann með 8 stiga meðaltali í þessu rauðu bílum. Þannig að það kannski eitthvað vísbending hvernig menn standa sig. Ingi Þór Árinn vegt heim í þessu dæmi, hann er náttúrulega misti af 2 keppnum og allt öðru forsendum sem við þurfum ekki að fara út í. Já, Dimmi líka. Misti hann ekki bara eina keppni, hann náttúrulega lenti í lag, það var tölvuvandamál. Já, það var tölvuvandamál sem að olli því að bæði Dimmi og Ingi voru í stökustu vandræðum í fyrstu 2 keppninum og lentu bara í miklu vandræðum með að halda sig, það var einhvers konar bug. Frost. Já, í tölvunum, þannig að þeir frusu kannski einhverja sekundur og svo allt í einu birtust þeir aftur á brautinu, þeir gátu skemmt kannski fyrir öðrun líka. Á þess að vera eitthvað að reyna? Já, þetta er náttúrulega bara til gaman skemmt við sig og þetta er bara svona þegar búið til einhverju umræðu áður við förum að setja saman spá kvöldsins svona að reyna að hafa pínu gaman að þessu. En kíkjum nú bara yfir í leikinn. Ok, gerum það. Það sem að ég ætla að gera, það er svo stutt í keppnina, ég þarf að fara yfir hvort að stillingina sé ekki alveg pottþétt réttar hjá okkur. Gerðu það og ég ætla aðeins líka að minnast á annað svona því að ég að fara að hóa eftir mjög bráðlega og ég vona að fólk sé nú eitthvað aðeins pínu að spá í þessu að því ég fyrir að biðja fólk sem er að horfa og koma með spár þá ætla ég líka að minna fólk á það var náttúrulega Reykjavík International Games, RIG. Þar var Davíð Rúnar í fyrsta sæti, það var náttúrulega keppt á GR3 þar en þeir þá kunna kannski brautina jafnvel aðeins betur, þau kannski forskot á aðra keppendur þið fóru að fíntúna sig fyrir þessa keppni. Já, ég sé að fyrir ekki að segja grípa fram fyrir en ég sé að qualifying stillingarnir eru kolrangar hjá okkur. Já, þá bara gerum við það er alltaf lægt, þetta er bara uppbytun og ég gerði þetta er mín sök, ég ætla að láta keppendur vita að lápið mun resetast. Já. Og við færum okkur bara aðeins yfir í stúdíu svo við gerum að horfa á tölvuskjáin
Já, ég þarf að stilla ljósin Já, eftir. já, það svo sem allt í lagi. Jæja. Þetta svona, þetta gerist bara óvænt og það bara gaman að þessu í beinni. Það ekkert við því að gera. Þannig komin aftur í ljósið. Verið sæl. Já, ég var aðeins að renna yfir það. Það var hérna Reykjavík International Games var ekki fyrir svo löngu það sem var verið að keppa á nákvæmlega sem braut, sem útvæslu og þar var Davíð Rúnar sem tók dolluna. Í öðru seti þar var Jökull og Ívar í þriðja, Ævar í fjórða og Gunni í fimmta og Hannes í sjötta. Þetta var segir ekkert svo mikið í kvöld nema kannski smá vísbendingar því að þetta var GR3 keppni en eins og ég sagði líka á hann, þetta er samt smá forskot fyrir keppendur að hafa lært á brautina fyrir Rík og æft sig vel fyrir það. Þannig að það er svona, já, ég held að ég kannski bara svolítið fari af stað með spá kvöldsins meðan Daniel er að stilla hérna lobby og okkar. Ég er svolítið ég ætla að spá honum Jökli sigri í kvöld. Ég hef spáð honum áður sigri og ef það er hinst við Jökullu núna þá er ég kannski orðin einhver að happa gripu fyrir hann og Kári er náttúrulega svolítið ólíkinda tól og maður veit ekki hvað hann er í þessu. Ég var svolítið búinn að hafa ég var búinn að spá hann myndi brjóta fjórðasætis strík eða sem sagt, hann er búinn að taka fjórðasætis keppnir í röð og hefði átt raunveru með öllu réttu að ná jafnvel herra í 2 keppnum að meistarkosti. Margir tilkallaðir. Ég ætla ég ætla ekki að taka neitt svakalega óvænt en ég ætla að setja Davíð Rúnar í annars sæti og ég ætla að setja líka ég ætla að segja að Kári náði loksins að klára að henda fjórðasætinu fyrir aftan sig og fara í þriðja sæti. Reyndar svona þessi aðri tilkallar ég ávona Inga sterkum, Inga Þór. Ég ávona reyndar Agnar Frey líka sterkum í kvöld. Ég veit að hann er vel æfður. Ég veit ekki hvað segja skal. Dimmi, ég held að hann sé svolítið GR3 maður. Hann er búinn að vera gríðarlega sterkur en það finnur sig. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig stemmingin er í honum. Ívar, hann er búinn að við heldum hann var svolítið að lenda á banananum fyrir jól. Við vitum að hann er rosalega hraður. Hann sýndi það í fyrstu 2 keppnunum þess tímabili með því að vera í öðru og þriðja og öðru sæti í fyrstu 2 keppnunum. En síðan þá hefur ekki verið að falla með honum. Þannig að það er margt sem getur gerst í kvöld og það er bara mjög spennandi að fylgjast með hvernig það mun þróast. Og ég vona að þið, kæru áhorfendur, eru með okkur í þessu og farið nú að setja á spár á YouTube. Ég ætla að opna aðeins og hafa þetta opið hliðina á mér. Þannig ég get nú svo sem séð, það er engin núna tæknimaður í tækniklefanum. Þannig ég ætla að vera með ykkur og fylgjast með tjattinu kvöldið. Herru, já, ég ætla að biðja honum innilega afsökunar Ég hef alltaf farið með einhverjar fljótfærnis fleipur. Magnús Árnason, ég biðst innilega velvirðingar að ég hef kallað þig Ármanns. Það er Árnason og ég ætla að sjá til þess að það gerist ekki aftur. Enn og aftur, ég held ég hafi gert þetta því miður allt og oft og ég þarf að venja með þessum ósið. Ívar, já, hann er ekki með okkur í kvöld. Kveðja frá Tenni. Nei, Ívar er ekki með okkur. Hann er að keyra í staðinn fyrir Ívar hann Já, það er Valur Ævar, Díago. Já. Ævar, Valur Díago, já. Og enn og aftur Árnason, ég biðst innilega afsökunar Magnús Árnason. Ég þarf að R og N hefur eitthvað verið að skólast til svona þegar maður er að lesa nafnið til fljótu og einhvern veginn hefur það verið aðeins að tyggja sig of mikið inn fyrir minn smekk. En ég ætla að láta því lokið. Við erum að reyna núna að koma við erum að resetta lobbyið og hann, kollegi minn á hægri hönd Daniel er núna fullt af því að koma tæknimannum í stað. Þannig að áður getum svo getum farið að færa okkur yfir á brautina fljótlega. Ég held að þetta sé að blessast allt saman eins og gengur.
Það skipta bara yfir í leikinn hérna. Já, skiptum yfir leikinn, við erum kominir raunur á tíma þessi kólið að byrja, en það verður ekki, við hleypum ekki 1 eða 2 mínútum áfram. Þeir eru að segja í Allir séu komnir í spjallinu herbergið. að það er á late morning. Já, það var allavega stillingin. Ég vona að þetta sé alltaf smetla hjá okkur. Það er bara eins og gengur og gerist. Það þarf aðeins að hafa fyrir utan á stundum. Ja, þeir vilja að breyta stillingum eina verðina enn og svo prófum að kíkja á það. Já. Breytum það bara í... Við erum velkomin út á braut fyrir ykkur sem er heimasittið. Við sjáum hérna núna, þetta er svona eins og lobbyið lítur út og brautin er þarna fyrir miðja mynd. Daniel ákvað að senda ykkur skilaboð, þannig við sjáum hann ekki lengur. Það er bara svoleiðis. Svona. Jæja. Það er svona, hann Guffi, hann er erlendis og... Já, Guffi vanalega sér þetta og... Já, þetta er svolítið svona aðeins nýtt fyrir okkur og þið verður bara að biðja stafsökunar og sína okkur smá umberðarlyndi þið sem heima sitjið, þetta fer að bresta á hvað og hverju. Það er nú annað en skerst hérna hjá okkur í beinni og ég veit að þið sýnir þessu öll skilning, við erum allir hérna að gera okkar besta og vilja gerðir. Nákvæmlega, við erum að sjá að séu pottið allir komnir inn á braut. Ég ætla bara að skila kveðju bara tilbaka til Tenni. Það sem hann Ívar Eyþórs er að njóta sín, hann er náttúrulega verðbólgu valdur, sitjandi hann á Tenni og takandi að sér tásumyndir, sötrandi og einhverjum köldum vonandi og hefur það gott. Já, ég gæti ekki sér betur en að vera með Moskva Mule þarna. Herðum að sjá, er ekki allir tilbúinir í þetta? Allir komnir inn á braut. Já. Það er núna að styttast í þetta eins og sjáið. Það er núna bara að fara að ræsa núna kvóli, hvað og hverju gestir og við munum bara að renna yfir bíla og keppendur svona þegar þetta fer af stað. Við höfum brunnum svolítið aðeins inni en það er bara allt í lagi. Já, þetta er náttúrulega ekki, þetta eru kunnuleg andlit og kunnuleg nöfn og það er nú raunur held ég, það eru bara 2 bílar sem er að ræða þannig að það verður ekki mikið bílakynningar en já, sjáum til hvað setur. Ég ætla að starta þessu qualifying eftir 1 mínútu þegar tíminn slær 21:33. Já. Og þá bara einskot allir sér tilbúinir. Það er allar andlir komnir inn. Já, það er bara eftir nokkar sekundur held ég. Og vonandi allir með réttu dekkin. Já, það er náttúrulega menn eiga að kunna þetta. Þetta er nú 5. keppnin og menn hafa nú heldur betur skólaði til vonandi. Herru, það var að komið. Start qualifying. Herru, það er bara glæsilegt. Þetta er að bresta á. Býta aðeins. Herru, þá erum við komin inn í qualifying. Ljómandi. Setjum hérna á, þannig við sjáum nú allt sem er í gangi, allar upplýsingar í keppenduna. Og það er bara, þeir munum fara út í ákveðinni röð. Við fylgjumst bara rólega með, það eru allir að gera sér tilbúin, þarna sjáum við. Jú, menn eru hérna 10 út, þetta er svona, þetta verður kannski pínu kaotist hérna núna í byrjun í smástund. Já, bara eldum Inga, hann er kominn út á braut og hann er með hennar fallega græna þema í ár í hönnun á sínu bíl og hann er á möstu. Þetta er svo kallað Mazda LL55 og ég hef kannski aðalstulega að setjast kannski bara aðeins borð. Fylgjast með honum hérna átla. Þetta er náttúrulega algjört trillitæki sko. Hann er að klára inn beigunar og komin út á klassíska hringbrautina, óvalinn, eins og kallaður á ensku, ásækið slettuna. Og sjá hann að hann er komin núna upp í 280, þetta er bara, hann er eftir að fara meðurhæðar þetta. Þetta er algjör skrýmslesi bíl. Þetta kemur smá chicane eða bus stop. Þetta þarf að skera mjög vel til þess að ná sem hraðasta exiti, komast sem hraðast út.
því að kaflinn langur sem tekur við, mjög langur kafli sem tekur núna við og þetta styrkleiki þessa bíls. Hann með rosalegan endarhraða, hann komin yfir 300 núna, sjáum það. Og þarna hann að fara að nálgast, þarna fer hann yfir endamarkið og byrjar hringinn. Og ég ætla að fara þá núna aðeins aftur út og fara að horfa á hann hérna. Gunni þarna fyrir aftanan á heitum hring líka. Ég skal bara fylgja Inga eftir. Þarna tekur hann, eins og sé, hann infield þetta kallað á ensku, ég ekki alveg viss hvað ég ætti að kalla þetta á íslensku. Og þarna kemur svolítið svona lúmskær beygja, þetta allt lúmskær beygja, þessi bílar svo kraftmiklir, þeir vilja ekkert fara svona hægt. Það svo freistandi að fara of snemma á gjöfina. Það skulum sjá til, Ingi lítur nú bara vel út. Það sko svolítið lykil beygjur í þessu hring. Það þessi bus stop sem hann að fara að nálgast núna. Og það vill sko helst ekki detta undir 200 km hraða, þannig að það svolítið svona viðmið. Hvað gerir hann? Hann að fara þetta heldur betur hratt og vel. Ingi að gera þetta glæsilega. Nú það ekkert eftir nema bara að fylgja bara að standa gjöfina í botn yfir rásmarkið, setur rána á eitthvað stað, við sjá hversu há hún verður. Þetta glæsiltími 30,4, Gunni, hvað gerir hann? Hann tekur fram úr honum. Jónæ með Raggi. Jónæ fekk hann tímarefsingu, hann vill ekki vera að trufla Ragga og hleypa honum fram úr. Þetta glæsilega, drengilega gert. Ragnar 3. sæti, Jónæ 4., Robby 5. Eva, hvað gerir Eva? Hún komið, Davíð Rúnar í skotti, Davíð Rúnar þá í slip. Þetta gæti unnið með Davíð, hvað að gerast hérna? Eva keyrir út af. Þetta rosalega fréttir. Það eru fleiri hérna úti, það Hannes, hvað gerir Hannes? Stóru fréttir hérna, Eva keyrir út af. Ég veit ekki hvort það hefði árað tíma, hvort það var eftir tímatökuna. Agnar 9. Raggi 11. Það allir búnir með tímatökunar, það einn út af braut. Ég biðst velvirðingar og það Magnús Ármanns, hann endar í 13. sæti. Árnason, djöfullinn, hafið það, afsakið blótsyrðin. Og fyrirgefi Magnús enn og aftur, Magnús Árnason, glæsileg. En stóru fréttirinn raunur Eva. Jónæ fær tímarefsingu og byrjar aftastur, Eva næst aftast. Þetta kannski svolítið í takti sem ég var að tala sko hvað styrkleiki fólksins Já. Eva náttúrulega ósigrandi á GR3, það sem af á þessu tímabili og hefur verið ekki eins öflug á þessu spesbílum, en rennum að þessi stöðuna, það fór alveg fram hjá okkur. Aðeins að renna bara hratt yfir hvernig þetta spilaðist. Jökull, sjáuðu tíman, hann undir 1:30. Þetta stórglæsilegt. Á sínu fallega livery MS bíl keyrir hann á samt Agnari liðsfélaga sínum. Öðru sæti, Davíð Rúnar, Elko Racing. Hann þarna og Diego þarna liðsfélaga hans í kvöld, leysir af Ívar. Þetta ekki síður glæsileg hönnun. Gunni, Lava Show Racing, liðsfélag okkar, Danni. Já. Flottur bíl hjá honum, flott livery. Já, hann þetta trón þema. Ingi, þetta kemur mér raun og ekkert óvart. Hann var mjög hraður alltaf í kvóli. Hann þurfti alltaf greið að eiga við það að vera með eitthvað frost í tölvunni sinni. Glitz, sem hann búinn að uppfæra tölvunni sinna komin á PS5 og hann á ekki við neina örleika stiga lengur. Dimmi, hann komið með svolítið skemmtilega óvart. Hann hefur ekki verið að finna sig á þessum spesbílum, en það var líka svolítið með hann eins og þú varst að minnast á áðan. Hann var eiga við glitzið og frostið. Hann komin á PS5 núna líka. Já, ég segi það, hann búinn að laga það, þannig að það kannski ekki alveg margt sem ég var að tala áðan. Þetta var líka til gaman skert. Hérna Diego, Ævar Diego. Þetta náttúrulega, hann gríðarlega hraður, veit ég, á góðum degi. Kári. Náttúrulega fyrirverandi úrvalsdeildar ökumaður. Já, og þú Kári, hann hérna á
keyra fyrir Smur 54 Racing. Hann í 7. sæti, það 0,8 á milli Hafsteinn. Þetta svolítið skemmtilegt. Hafsteinn sem hann var neðstur fyrir keppni dagsins. Hann að koma hann 8. inn. Hannes, það bara verið að hoppa í hvíldarstöðu. Ég get haldið áfram að fara yfir hvernig kvali fór. Það ekki, maður sjá, ekki svona live timings þarna, eða það? Ég held að þú setur bara á þegar kemur að, þú gefur mér 2-3 mínútur og þá byrjar. Þetta eru með result á tímatökum. Þetta ný fítus hjá leikja hönnuðunum. Þetta skemmtilegt, þetta getur líka renta. Þessi bílavalið eru allir á sama bílum. Já, allir sem eru í fyrstu 8 sætunum. Já, getur farið neðar. Já, Hannes, það eru allir nema Magnús 1 á 919. Árnason. Hann já, þetta djart hjá hann. Hann á að hugsa eftir að hoppa svolítið upp sæti, sko. Já, athyglisvert. Fyrsta hring. Já, en athyglisvert líka að sjá það að sko eini 919 hybrid bílinn, hann í 13. sæti og þeir sem eru fyrir neðan hann lentu bæði í mistökum í tímatökum. Önnur keyrði á vegg og hinn fekk tímaröfsingu. Já, það keyrði á vegg. Þetta var svona pirrings akstur fannst svona mjög flott að liti, en ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það. Þetta 14. sæti fyrir hæsta keppendan og það verður samt fórið. Hún endar ekki þarna, hún heldur haus, en ef við kíkjum samt, við áttum eftir að fara aðeins yfir fleiri sæti. Já, það ágætt að tilkynna samt þetta skiptir nú verið máli, held ég, að menn viti hvenær 21 mínútu. 21, hvað það, 43? Já, flott. Þetta 2 mínútur og rennum aðeins yfir samt neðri hlutan við vorum komin að Hafsteinn, svo það Hannes. Hann nánast með sama tíma og Hafsteinn. Sjáum það munar hann á nokkurum. Þetta 20%, 20 brota sekúnda. Agnar, ég átti von á hann reynda pínu hærri, en þetta góði tími hjá honum, en þetta bara svo gríðarlega sterkir ökumenn að það ekki auðvelt að eiga við á. Ragnar 11, Robbi 12, Magnús Árnason 13, Eva Knúsdóttir 14 og Jón Ægir sem kallar sig Cracked Up, hann í 15. sæti. Danni hann blikkar hann neðst, en það lýsandinn sem sagt sem að stýra herbygginu. Þetta lofar góðu. Þetta verður mjög spennandi og það verður áhvert að vita hvort að þetta hafi menn breyta náttúrulega strategíu eftir hvernig kvóli gengur og það verður svolítið svona aðeins spennandi að sjá, finnst mér, hverju byrja á hard og hverju byrja á soft. Já. Það að styttast í þetta reis, það mínúti í það. Bíðum eftir að Má sjá aðeins efri partinn, fara aðeins í efri hlutan og leið mér aðeins að sjá alla keppnina bara örsnögt. Við byrjum, það Davíð Rúnar í öðru. Æ, þetta aftur niður. Já, og það Gunni. Og það Ingi. Timmi. Diego. Það starta þessu. Kári. Já, Hafsteinn. Hannes. Agnar. Raggi. Robbi. Þetta svona læðistæmis að Gunnar Robbi, hann svona steady Eddie, sko, hann á eftir að njóta góðs þegar menn að fara að fá refsingar og gera einhverja skandala. En þetta að fara að bresta á, kæru áhorfendur. Við ætlum að kannski setjast bara í 3. sæti eða hvað, hvernig eigum við að hafa þetta, þannig að þá sjáum við fyrir aftan og neðan eða framan og aftan. Hvað byrjar? Þetta færast að, þetta rolling start. Já, þetta rolling start á þessu. Já. Ég var búinn að gleyma því. Og setja myndalina, það að setja á, voru snöggur þegar, já. Herru, það bara, Jökull, hann vel að stað, það náttúrulega ekki neina viðbrakstíma núna, menn stíða bara í botn, svo fara þær stað, það nú áast að fylgjast með hvað Hafsteinn gerir. Við vissum vel að stað hérna já. Í fyrstu beiginni. Já. Þetta bara fallegt að sjá. Engin snerting, ekkert vesen. Nei, það engin að fara út af, við sjáum ekkert rygg þyrlast upp. Það aðalega spurningum að svona svolítið fylgjast með honum Magnús Árnasyni, hann á hybrid bíl.
Hann er komin upp um 1 sæti allavega, kíkjum inn á topping hvað er að gerast. Jökull búinn að stinga svolítið vel af stutt bil á milli hérna, annars 3. og 4. sætis. Ingi fer svolítið vítt, Ingi fer út að Dimmi kominn fram úr, Kári kominn fram úr Inga, Hafsteinn kominn fram úr Inga líka, Ingi kominn í 8. sæti. Þetta er kontakt. Hannes þarna keyrir aftan á Inga sýnist mér. En það er engin skemmt, Ingi kominn aftur upp fyrir Hafsteinn hérna. Hafsteinn alveg í kjölsóðinu á honum. Hver er þarna fyrir aftan Hannes? Agnar er þarna fyrir aftan Hannes, alveg límdur við afturstöðurinn hjá honum. Mér sýnst nú flestir keppendur að byrja á hard. Nei, þarna fyrir Hafsteinn svolítið vítt. Og svo er kontakt á milli Hannesar. Hannes fær... Hann fær bara svona smá aðstofastöð. Hann fær refsingu fyrir þetta. Fyrir að... Þetta er svona gallin við þetta. Og það var þvílíkt þéttur hópur hérna líka, sko. Já. Þetta er náttúrulega, það er mesta fjörið fyrstu hringina. Við sjáum það, kæru gestir, það er allt í hnút hérna aftar í pakkanum. Og líka Gunni kominn fram úr Davíð. Jökull ennþá bara að stinga af. Gunni er á medium, Davíð er á hörðum. Jökull er á hverju? Hverju byrja Jökull á? Hann er á medium, hann vill reyna þá að búa til smá plás. En sko það er ekki mikill munur á dekkjan þannig séð, en það þarf að láta það telja. Já, það er rétt. Og einn stoppir, þá eru menn að taka 18 á medium og 22 á hard, ef ég mann rétt. Ingi Grey, hann datt niður, hann kom í 7. sæti. Diego er í 4. Það er enda slagur hérna, bara 4. sæti. Já, herðu, það er svo erfitt að bregðast þessi bílar eru svo með rosalega hröðun. Það er ekkert hægt að bregðast eitthvað við, það verður eiginlega bara betra að gefa mannum fyrir fram sig smá búst. Nei, hann er samt að taka fram úr. Taka ytri línuna inn í næstu beygju. Nei. Það er ekki að fara að virka. Nei, þetta er náttúrulega bara, það er sjálfsmorð að reyna að taka fram úr þarna, sko. Það er Kári, hann er svolítið tæpur þarna, spilur hvort að Kári hafi fengið refsingu. Hann sérði, hann er nú eitthvað farið illa út úr sig. Nei, heyrðu, það var nú ekki Kári, það var Ingi. Ingi kom með refsingu. Heyrðu, þetta er nú ekki að falla með Inga ákveð núna. Förum aðeins aftar, það er ennþá allt í nútanum fyrir aftan í aftari pakkanum. Þetta er aðeins og rætt fyrir minn smekk. Heyrðu, þannig er þetta. Eva, Magnús og hver er það? Hannes. Já, Hannes kom inn svona aftarlega út af þessari refsingu sem hann fekk hann áðan. Já, þetta er sko hálf sekúndi, meir en hálf sekúnda þar sem þú ert að taka út refsinguna á miðjum beinatappa. Eva er svolítið að Eva ítir hún svolítið vítt þarna, gefur hún ekkert pláss. Magnús Árna, hann er nú aðeins búinn að hækka sig pínlítið á Porsinum. Magnús hérna er innfíldi, þetta er það sem Magnús er sterkur, það sem hann er með upptakið með hybrid mótorinn að framann. Það sem batteri, hann bara ríkur áfram. Þannig að hann mun vera svolítið að stríða öllum hérna sem eru ekki með batterísmótor, sem allir hinnir. Og hérna, en svo tapar hann hérna svakalega vegna þess að endar hann á bílum með töluvert lægri heldur en á öllum. Ég hef bara vonað að Hafsteinn bara lappi fram úr honum. Kannski ekki alveg fyrir busstoppið heldur eftir það. Já, nei, hann gerir það bara strax. Já, þarna kemur ljós munun á þessum bílum. Þeir hafa ekki sama endarhraða, þessi hybrid bílar. Hann bremsar betur, hann beygir betur, Porsin, en hann ræður ekki við möstuna á löngu köflunum. Hann síðum það, sem Hafsteinn byrjar að síða meira og meira fram úr og Eva kemur í humátt á eftir Hafsteini. Hún er ekkert ólíklega að taka bara fram hann líka á beinakaflanum, sjáu þið. Já, nei, þetta er... Þarna sjáu þið bílavali endurspeglast. Þú getur farið út af við og bara hlæra þessu. Og þarna kemur líka Jón Ægir. Þetta er rosalegt maður. Svo kemur hann Magnús hérna bara, núna eru komin innfíldið aftur og Magnús getur bara farið að taka fram úr með aftur. Já, það er samt svo erfitt. Það er ekki svo breið línan. Það er ekki svo breið línan. Það er reyndar alveg rétt, en hérna, hann getur tekið ytri línuna og hann getur samt náðin léttilega, sér þetta? Já, en þá þarf hann að nýta það. Það þarf að nýta, þessi bílar eru svolítið breiðir. Og Jón Ægir lokar bara þarna á hann, sko. Já, en hann er samt að vera innri á næstu. Ætlaði þú ekki vera á Porsinum á morgun? Ég er ekki búinn að ákveða mig ennþá.
Ég svona svolítið að skipta skoðun þegar ég horfi á það. Þegar við, Hannes er bara alveg allra seinastur á 9 dekkjum. Veitu, Hannes búinn að pitta einu sinni? Já, hann lítur að vera, hann á glæð 9 dekkjum. Hann lítur að fengi einhverju skemmt á sig eða eitthvað svoleiðis. Já, hann neyðst að pitta út af skemmt. Já. Og þá er náttúrulega nýtir að sér það og tekur medium dekk. Þá er að búa með hörðu dekki sín. Sjáum hérna toppbaráttunna, Jökull er að gjörsamlega stinga þetta af, sko. Hann er bara að taka þarna sama og Max Verstappen gerði í formúlunni í gær. Já. Hann er bara ræsir fyrstur og hann er strax komin upp í 4 sekúndum mun í næsta mann. Búið að greinilega gott fyrir Jökull að í spánu sigri. Gunni hérna, hann er líka svona, hann er að auka svolítið bilið í Davíð Rúnar. Davíð Rúnar sömuleiðis að auka svolítið bilið í Diego. Diego er rosalega góður í stöðu hérna, hann er varamaður inn í deildinni. Já. Og það sjáum að sko, 2 fremstu eru á mjúku dekkjum. Þannig að þetta er ekkert endilega öll sagan sögð þarna. En það verður bara mjög fornilegt að sjá þetta. Þetta eru gríðarlega flotti tímar. Hraðasti tíminn hjá Jökli, 30,5. Þetta er mjög góður keppnistími á fullu tanki. Mér sýnist nú að ef að Diego er að fara að standa sig svona vel hérna fyrir liðið hans Jökuls hérna, hans Ívar segi, að þá verður nú Ívar að koma með eitthvað úr fríefnunni fyrir Diego. Þegar hann kemur frá tenni. Það fær kannski bara innegn hjá Elko. En Kári er að minnka bilið í Diego. Já, það er vonbrigði að sjá Kára ekki í 4. sæti. Já, hann er stutt í það. Dimmi hérna... Dimmi er á mjúkum. Hann er á medium segi. Já, hann er medium, já. Það er náttúrulega svolítið þannig að þeir sem eru fremstir að minnst kosti í ræsingu vilja byrja á medium til þess að reyna að slíta sig frá. Það eyðir náttúrulega alltaf það verður meira dekkaslit þegar þú ert í baráttunni. Þarna sjáum við Hafstein og Evu í svolítinn slag. Sjáum líka Raggi, hann er konið upp í 7. sæti, hann er að standa sig. Það var svolítið vísbendingu það eins og ég sagði, hann kemur svolítið úr F1 himninum sko í tölvuleikir að sé. Hann byrjaði sko í 11. sæti með skjallast ekki. Hann er að gera fína hluti. Já. Hafstein er að gera fína hluti. Hann þarf að vera bara að halda frá að vera stabíl því að hann þarf heldur betur stigunum að halda. Þetta hjálpar honum að vera þarna, þá er hann að fá sér 60 held ég, 5 að minnsta kosti. Það er svolítið lykilatriði að reyna að hafa þá sko sem er að berjast við þig fyrir neðan þig. Það er ekkert í hjálpuna að Eva sé hana fyrir aftan hann. Hún getur verið hörð í horn að taka, svo er á henni lagið. Hún var ekki mikið að gefa neitt eftir hann áðan þegar hún var að eiga við Hannes. Nei. En það verður áhægt að sjá því ég var að segja að það væri hugsanlega... Vittu hvað? Já, heyrðu. Vittu, Eva er að fara inn í pit. Já, hún gæti verið á 2 pitta strategíu. Ég sagði það væri... Já, ég næ ekkert að skipta yfir og Magnús Árna, sem er liðsfélagi hennar, þau eru greinilega á annar strategíu. Já, það er greinilega svolítið. Ég næ ekki að skipta, hann á því. Það er medium og væntanlega, hún fer örugglega á medium og svo tekur hún örugglega soft. Þetta er eitthvað sem ég var ekki búinn að útiloka. Þetta er ekki allir hrifnir af þessari tillögu. Ég var búinn að ræða þetta við fólk hvað ég ætlaði að gera og hvernig liðst á þetta. Það er ekki neitt bensín, að taka bensín. Þið sýnist það, sýnist þið bara að vera að fylla tankinn. Já, ok, það er bara gott að blessa. Hún er kannski búin að spá hvað hún kemur út í umferðarlega séð. Þetta getur verið allt alveg útpælt hjá þeim. En þetta þýðir að Hannes er núna komin upp í 13. sæti. Hann náttúrulega var sá eini sem var búinn að taka 1 pitstop. Þetta verður bara mjög áhvert að sjá hvernig spilast úr þessu.
þetta skemmtilegt, þetta akkurat það sem ég var að vonast eftir, þetta væri ekki one pitter hjá öllum. Já, og strax komin hérna að verða komin í 5 sekúndur hann Jökull, Jón Gunna, og Gunni sömuleiðis að auka bilið í Davíð. Gunni búinn að taka hraðasta hring, þannig að hann nú ekkert eftirbátur hans Jökulls, hann kominn 30,2. Kíkjum aðeins á hringatímana hjá Davíð. Já, en það eitt sem mér finnst líka mjög áhugavert að fylgjast með að sko, þið sjáu að Davíð ekki nema 8 sekúndur fyrir aftan Jökull Hrafnsson, en Davíð á harddekkinu. Já. Það ekki svo mikill munur sko á dekkjunum sko. Það einhver líka á hard. Já. Kári, hvað Kári á? Hann á hard. Já, Tim á medium, veit ég. Og Raggi á... Þannig að toppslagurinn getur breyst svolítið þegar þeir fara yfir á medium dekki. Já, og hvað hann heima á... Já. Hvað segir ég á hvað? Já, ég bara svona aðeins að fara niður röðina, bara Raggi, hann búinn að hækka svo mikið. Hann á hard, hann samt að hækka. Hann byrjaði sko, hann búinn að hækka svo 4 seti. Vel gert hjá honum. Ingi, hann var svolítið óheppinn með hnjask á eitthvað stingjónu sínum. Hann á hard. Ég ætla að sé ekki allur á hard nema þeir sem voru að byrja hann allra fremst. Það getur verið. Jú, Hafsteinn á hard líka, Agnar, hann á hard líka, Róbert, hann líka á hard. Já. Hann náttúrulega komin á medium, hann byrjaði væntanlega á hard, ég bara mannaði ekki, hann fór svo fáa ringi áður en hann fór í pit, hann fór í pitta á 3. ring. Já, það sko Jón Ægir, hann fyrir aftan Hannes, hann lítur búinn að pitta líka? Já, það lítur út fyrir það. Hann var að pitta? Já, hann var að pitta líka. Hann komið að pitta á nýjum medium, hann þá svipur í taktík og Eva og Magnús Árna. Þannig að þetta þarf að taka þess að 4 keppendur aðeins út úr siga, það svolítið erfitt að átta sig á hvar þeir standa. Ég verð nú að segja það, alveg sláandi að sjá hvað þessi Porsche ekki að ná að standa sig á þessari braut. Þetta mjög gott val fyrir morgundaginn, Dani, og alla aðra nema þig. Fyrstu deilda keppendur að nota Porsche sem mest. Já, sérðu hvað dekkin eru orðin illa farin hjá Jöklisson. Hann er að stinga af en hann er líka að stúta dekkinu. Já. Það reyndar Gunni nú ekkert mikið skárri. Þetta eru báðir dekkjaböðlar, við sjáum hann að munni. Þetta líka bara munur á hard og medium, þetta ekki endilega segja. Já, akkurat. Já, dimmið með, já, þetta er bara slitið á medium dekkinu greinilega. Já. Á þessu tímabili. Já. Það virðist ekki vera mikið keppni í braut nema þá kannski hugsanlega þarna aðeins aftar. Ef við kíkjum hana, mér sýnist að vera hérna, við erum að koma út á átveldi 5 sætum fyrir aftan, þetta ekki Raggi og Ingi að byrja að berjast. Færum okkur aðeins aftar. Já, þetta... Það 1,1. Já, hann sérðu, hann að sækja aðeins á. Þetta getur það verið refsing. Sektar, það var nú einhver refsingalykt af þessu. Sko, já, 1 sekúnda. Þetta er dýrkeypt, nú bölvar Ingi. Það er nefnilega dört í á þessu bílum, talsvert. Já. Það er erfitt að vera í skottunum á næsta bíl og lengi og hann verður að gera ráð fyrir. Það er ekkert hægt að keyra bara venjulega, það verður að bregðast við og bremsa yfir sig. Sérðu, bílið er komið upp í 3,5 næstu í 4 sekúndur, hann var með 1,1 á hann. Það er bara svona, og Hafsteinn bara byrjar að koma, hann nálgast. Já, hann er komin, já, vá. Þessar refsingar ekkert smá dýrkeyptar í þessu. Já. Þetta var gott fyrir Ragnar, hann fekk hana smá andrými. Og það er nú líka hana, síðust mér afturbreytinu, við hefum fyrir 2-3 bíla aftar. Það er komin hana þjekkur hana, já. Hannes komið með Jóna í skotti. Þeir eru báðir búin að pitta einu sinni. Já, greinilega styttra síðan Jóna pittað, það sem að dekkin hans eru töluvert betri heldur en Hannesar akkurat núna. Það telur ekkert núna held ég á þessu stíi fyrir Hannes, ekki allan enn sem kom með. Nú ætti þetta að vera svolítið í jöfn keppni, sko. Bílarnir eru nokkið jafnir en þá þessu stíi. Það mun þurfa fleiri hringi að Jóna til þess að njóta þess að vera á nýri dekkjum. Eða kannski, hann er alltaf með nýja gripi núna, kannski 2-3 hringi. Svo jafnast út. Já. Já, ætla hann sé ekki ennþá með þetta glænýja grip. Það dugar kannski 3-4 hringi og svo jafnast þetta út þangað til að þau byrja að vera mjög léleg. Það getur verið, ég þekki ekki, en hérna sá að Davíð Rúnar er að fara inn í pit á harddekkjunum.
þetta skelfilegt, ég get aldrei skipt yfir á hann sem að fara í pittin. Davíð Rúnar að fara í pitt núna, hann að fara af harddekkjunum. Það hvort ekkert áhvert að horfa með keirinn í pitt. Nei, svo sem ekki. Nei, við látum það bara, við bara fylgjumst með hvað menn koma út. Það svolítið svona áhugavert. Hvernig hann að standa sig á Davíð Rúnar miðað við þá til dæmis Hannes? En það var spurning hvort að hann ætla þá að taka 2 stopp. Það held ég að sé málið. Róbert kominn inn í pitt líka. Ég held að það sé málið. Þetta eitthvað sem menn voru ekki að halla stað því að spjalla við fólk. En það svolítið að raungerast að menn eru að færa sig yfir á tveggja stoppa strategíu. Já, og svo náttúrulega líka verðt að hugsa til það að Diego að berjast þetta mjög ofarlega núna og ef hann endar mjög ofarlega að þar sem að hann varamaður að þá færi í rauninni svo sem fyrir neðan hann stíginn fyrir sæti hans. Já, þannig að Kári rauninu ákveð núna allan að tímabundi í 3. sæti. Já, þannig að það möguleiki að Kári geti haldið 4. sætinu sínu en samt endaði 3. sæti. Þetta breyting frá sem áður var. Þessi stíginn bara eiginlega hurfu þegar kom lánsmaður skulum segja. En nú teljaðu ekki nema í liðakeppninni. Já, það var nú held ég bara í einhverja eina keppni þar sem það var þannig. Já, þannig að ég meina Diego, stígins hafa vinnu sinni, þetta fara bara í liðakeppni en ekki einstakliskeppnina. Já. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, það passar. Já. Það séu hvað Gunni með slæmdekkmiði við Jökul. Já, það hann nefni í hann á tjattuna, ég kalla hann dekkjaböðulinn. Já. Hann stendur undir nafni hérna í kvöld. Já. Það náttúrulega, sko, ég veit að margir, flestir, allan sem ég ræddi við, ég veit ekki hvort að þið voru að spila póker við mig, því ég var að spjalla við fólk, hvort sem með mér liði ekki, þá voru flestir að hallast það one-stop strategíu. En það kannski bara meir, þegar svona átök, það eitt að æfa sig einn á brautinni, vera að dunda sér, gera dekkjatest, svo þú bara komin í kapasturinn, þá ferðu ósjálfrátt að keyra aðeins öðruvísi. Já. Og það svona, þessi keppnisreynsla sem þarf að hafa, búa yfir, að keyra eins á æfingum sem gerir í keppni. Það bara fjandarinn erfiðara og sérstaklega þú ert að starta með 14 aðra keppendur í kringu þig. Og þá byrja hasarinn og adrenalínið að flæða og þetta sko kannski búin að keyra ykkur á æfingum og hún að gera með einu stoppi, sko, keyrir sko perfekt allan tíman. Þetta getur verið að spila inn í núna. Já. Það eitt sem byrjað að gerast núna sem við glemdum svolítið að minnast á og það að tímarhöðun í keppninni í kvöld 24 sinnum, 24-föld. Þannig að við munum upplifa að menn keyra inn í nóttina og út úr nóttinni. Já, við rauninni munum upplifa heilan sólarhring af Daytona. Já, og nú byrjað að rökkva. Á einum klukkutíma. Já. En það mun dimma mjög hratt hérna. Já. Eins og glöggir áhorfendur eru væntanlega farnir að taka eftir. Akkurat, þetta gerist mjög hratt. Ég var alltaf búinn að minnast á þetta og það bara strax komið myrkur. Ég sá aðeins byrjað að rökkva. Þetta sess sólin hratt þarna í Flórída. Hún fer beint niður, ekki ólíkt okkur hérna, hún fer ólíkt okkur hérna á Íslandi. Fer svona hægt og rólega ská niður. Þannig fljótt að bresta á myrkri. Þetta verður, já, ég alveg rosalega spenntur að sjá hvernig þetta fer. Ég líka spenntur að sjá hvernig einhvern takir softdekkin. Við bara svona rólegheitum að rúlla aðeins niður. Mér langar að sjá, Hannes var í baráttu rétt áðan og Davíð Rúnar fór inn. Hann hafði verið að kíkja þá á fólki sem búið að pitta. Þannig Davíð Rúnar fremsti með sem búinn að pitta. Fyrir aftan að Hannes 13 sekúndur frá aftan. Hann fyrir aftan að Agnar. Þannig Davíð Rúnar. Já, en Agnar ekki búinn að pitta, sko. Ég aðeins að fylgjast með þeim sem búinn að fara í pittin. Það vísbendingum, sko, og þetta mun þegar efri helmingurinn pittar þá verður neðri helmingurinn fremstur aftur. Og Davíð Rúnar stingur sér hérna, hann reynir að taka inn í línuna hérna. Á böðstoppinu maður, þetta hættulegt, Agnar tekur enga séns. Þetta nú bara skynsalegt. Agnar veit að líka að Davíð Rúnar náttúrulega í toppbaráttunni, en þessi og Diego að fara í pitt líka. Kemur óvart hvað Hannes langt fyrir aftan Davíð Rúnar. Hvernig fyrir aftan Hannes? Já, Jónæði, þeir voru að keppast aðeins á hann. Þeir eru ennþá. Jónæði fyrir aftan Hannes og fyrir Eva, hver Eva? Já, hún hérna í humátt. Róbert, hann vantur að búinn að pitta líka. Já, hann var að pitta á hann. Já,
Hann pittaði á sama tíma og hver var það? Ég vil sjá, hann pittaði 10. hring. Já, á sama tíma og Davíð Rúnar. Já. Það er gaman bara að fylgjast með þessu, það þarf ekki alltaf að vera að gjamma hérna og onni þessar myndir, það er bara fögur sjón að horfa þessar bíla þjóta þó þetta sé nú bara tölvugerð, þá er þetta orðið svo raunverulegt að maður gleymi sér í þessu. Já, flott að sjá líka þegar þeir gíra niður eldtungurnar sem koma aftan úr pústinu á honum. Já. Þannig að sjá að Gunni að fara í pitið, hann fyrsti af medium-gaurunum á toppnum sem að fara í pit. Já, fyrst þá færum okkur yfir Davíð Rúnar. Gunni var hann var fyrir aftan Davíð Rúnar ekki langt frá Gunna. Það verður athyglisvert að sjá hvernig það spilast út, hvort að Davíð Rúnar náði einhver undercuttið þarna. Hann fór náttúrulega á medium. Já, hann fór á medium og fór mjög snemma á medium. Þá er forvitnilegt að sjá hvernig fórskoti bilið á milli þeirra núna. Þetta Gunni kemur út. Gunni er ekki sjáanlegur. Nei, hvað Gunni? Jú, hann ekki hérna fremstur? Jú. Herru, þarna hann laumaði sér hana framfyrir. Hann fyrir fram að Davíð. Diego, hann er fram að Inga sem er líka búinn að Gunni, já. Diego að fara inn í línuna hérna og hann að fara að ná þessu? Já, hann tekur þetta bara. Diego búinn að pitta eða ekki? Diego búinn að pitta. Hann bara búinn að taka fram að Gunna. Hann á soft. Hann fór á soft-dekkin, já. Auðvitað. Ef þú ert að tvekja pitta strategíu, þá náttúrulega það einu að viti. Það er medium, hard og soft. Gunni á medium. Nei, hann á hard. Hann á hard, já. Hann á hardstundinu, já. Það er náttúrulega, þá kemur náttúrulega augljósmunur. Já, Gunni sýnist mér alveg augljóslega á eins stoppa strategíi sem þýðir að hann mun keyra út. Heldur það sé ekki málið? Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að gera 25 hringi á hard. Nei, 26, 25, ég held ekki. Nei, kannski ekki. Hann tók nú 14 hringi á medium-dekkin. Já. Heyrðu, Ingi með þarna, hann með 3 sekúndur í refsingu. Ingi. Það er bara... You're breaking my heart. Hann náði svo góðri tímatöku og... Var hann kominn pitt? Hvernig 30 sekúnda pittlinn refsing? Já, hvort það geti verið að hann hafi farið... Já, það geti verið. Refsingar búin að fara með illa með Inga hérna í kvöld. Heldur betur. Hann var með frábært quali, byrjaði í 4. Það er ekki búin að spilast vel með honum í kvöld. Hann þarf bara kannski að taka djúpan anda og finna innri frið og reyna að einbeita sér akstrinum, ég veit ekki, og reyna að komast yfir pirringinn, þó að það er auðveldara sagt en gert. En þetta er bara, það er svo mikið eftir, við erum ekki svona hálfnaðir. Það er ennþá það er ennþá tími, við erum bara rétt búin 20 og eitthvað mínútur, 24 mínútur á keppni, þannig að það er ennþá hægt að hækka sig nokkur sæti og bjarga andlitið sem maður segir. Það er 10. sæti, hann þarf að hafa kannski nokkað fyrir neðan sig. Hann var að pitta, þannig að maður veit ekki hvað eiga eftir að gera. Hann er búinn að pitta. Nei, heyrðu fara hann aðra? Hæ? Stewart er að leggja Inga í einelti. Þetta er svakalegt. Já, þetta er rosa. Það er busstoppin. Þetta er lykilbeygja í brautinni. Ná henni góðri. Mastera hana. Það er mest trikk í kafli að bara beygju síkvensið í brautinni. Já, þú sér samt líka að hann er ekki búinn að fara í pit, sko. Þannig að hinn 3 sekúndna refsingin hefur ekki verið út af því. Já. Við skulum bara að færa okkur yfir annað í brautinni. Það
Þetta er sársaukafullt að horfa á þetta. Þannig eru konum með góða keppni. Hann eru 3 menn. Ragnar, hann á eftir að pitta. Hann á eftir að pitta, já. Gunni er náttúrulega með mikið meira grip núna vegna dekkin eru nýrri og hann skýtur sér hann inn í línuna og jú, hann fer létt með þetta. Liðsfélagar, þeir hafa ekki viljað vera að taka slaginn. Já, eins og þú segir, liðsfélagar getur verið að Raggi fari þá að frekar að reyna að halda Davíð Rúnari fyrir aftan sig. Hann kannski ver meira gegn Davíð Rúnari. Heldur betur. Raggi hvað er hann eftir nú? Hann er bara að ýta Gunna, hann er að hjálpa honum. Hvað er hann að því? Ég gæti ekki séð betur. En það er alltaf þetta er liðsfélagar, þeir með að gera það sem vilja. Jájá, það er núna, þetta er liðskipan fyrir Ragnar að halda aftur að Davíð Rúnari. Núna fyrir Dimmi í pitt. Dimmi getur verið að taka einstoppa strategíu, sko. Hann er komin á, hann 17. hring, þá er það séns. Ég held að það sem Gunni gerði, þá er það of langur kafli á hörðum. Það held ég bara, ég get ekki alveg fullyrt það, en ég er á því. Sérðu, jæja, hvað gerir Ragnar? Er hann að hjálpa núna? Gunni er náttúrulega harða stintinu, Davíð Rúnar er á hverju? Hann er á medium. Hann er á medium, já. Og það er náttúrulega, hann vill láta það telja. Og Raggi lokar bara á allt þetta. Já, það er bara flott, hann er að taka bara sína línu. Horfum á þetta er spennandi. Hann þarf að halda bara línunni, hann ber engin skylda til þess að gera neitt. Hann lokar ekki inn á verið, nei, Dimmi tekur þetta. Þetta er Davíð Rúnar, ekki Dimmi. Já, fyrirgefið Davíð Rúnar, já, vel gert, Davíð Rúnari, virkilega vel gert. Það er Raggi að gera eitthvað, nei, ég á hann ekki von á því, hann er á hörðum. Já, hann er á slitnum hörðum og Davíð Rúnar er á nýlegum mjúkum. Og Raggi er á leiðinni inn í pitt. Jökull fyrir inn, hann er á einstoppa strategíu síns mér. Já, mér sýnist það líka. Já, þannig að það verður... Og Kári sýnist mér líka, hann er ekki endur búinn að fara inn í pitt. Já, hann þarf að taka 22 hringi, svona með... Taktu eftir því að Kári er ekki endur búinn að fara inn í pitt. Nei. Og hann er, núna fer hann í pitt. Hann er að fara inn í pitt með meira bensín og að fara jafn langt stint og Jökull. Þetta er skrítið. Því að Kári er að fara inn á hörðum jafnmarga hringi á Jökull. Já, þannig að Kári ætlar að taka þá fleiri hringi. Hann ætlar að taka 22 hringi á medium. Þetta er, þetta er hérna, mér finnst þetta bara undarlegt. Ég veit ekki, ég á ekki annað orðið yfir þetta sem stendur, en þetta mun kannski bara skýrast. Jökull kemur hérna út í 4. sæti, bara í trafík. Beint í trafík fyrir aftan svo Gunni og Davíð Rúnar berjast alveg þvílít hérna, sko. Já, Gunni er náttúrulega á hörðum. Og Diego núna í 1. sæti með alveg þokkalegt bíl, sko. Davíð Rúnar er búinn að taka þetta. Hann er með betra grip í dekkinum. Já. Nú er það bara Gunni að hanga í honum, því að hann á eitt stint eftir og hann fyrir væntanlega, kannski að medium eða soft. Hann er náttúrulega, ég trúi ekki að hann ætlar að reyna að gera þetta til enda. Já, það getur svo sem verið. Jú, ætlar að reyna það ekki. Hvenær fór hann inn? Dekkin hans Gunna eru bara nokkuð góð. Dekkin hans Gunna eru mjög góð, já. Þeir fóru inn á svipuðum tíma. Davíð Rúnar fór í svo aðeins fyrir. Já, Davíð Rúnar þarf að fara inn aftur. Já, hann þarf að gera það. Það sést það við... Það sést dekkinum. Sko. En það verður líka fróðlegt að sjá hérna hvað Jökull gerir. Ég held að Jökull sé ennþá með pálmann í höndunum. Það segir sér bara sjálft með fólkvöldi sem hann er með, nema að hann gerir eitthvað að dekja feil. Sérðu, nú var bara ég til Gunna. Þeir eru báður á hörðum. Hann tekur inn í línuna bara, eða hvað? Já, jú. Þetta var skrítið, það er eins og Gunni vilji bara ekkert berjast í Jökull, hann haldi bara að halda í við hann. Það held ég hafi verið svona, þetta var strategist, þú sást að Gunni opnaði innri línuna. Já, akkurat, hann var ekkert að reyna að loka þarna. Já, hann er náttúrulega meðvitaður hvað Jökull er hraður og hann vil bara reyna að vera í slippinum hjá honum, Jökli, eins mikið og hann getur. Hann veit að hann hefur gott af því. Já, það er nefnilega sko til góðs fyrir hann að halda Jökull. Að halda í við Jökull út í að, já, þeir eru báðir nú eftir að fara í pitið ekki eftir. Nei, ekki Jökull. Já. Það kemur ljós. Ekki Jökull, held ég. Já, þetta var, sko, Jökull var á medium og tók 18 hringi.
þá getur hann tekið 22 á hard. Já. Jökull þarf ekki að fara aftur inn. Manstu hvað þú sagðir í byrjunin á keppninni? Já. Áður en keppnin byrjaði? Já, látt vera. Við myndum ekkert vera að tala um eitthvað pitstrat og myndum bara Nei, það var alltaf auðvitað að fylgjast með því, sko. Það fór nú ekki alveg þannig, það er búið að vera bara... Já, það er svona meira vangaltur gangi núna, við getum alltaf fylgst betur með því. Ég ætla nú að standa aðsamt við það sem ég sagði. Það er auðvitað fyrir okkur að fylgjast með því og halda utan um það. Já, þetta er búið að vera sko, meira pælingaröldinni bjóst við að maður þyrfti að gera það sem að þetta leit út fyrir eins og þú sagðir í byrjun. Nei, Jökull kom með refsingu. Við þurfum alltaf að spjalla með eitthvað, sko. Það er alltaf Jökull núna bara rúlar Gunni framúrunum og Raggi kemur hérna á siglingunni. Það kemur átt. Já, ég hugsa mér að Raggi, ef hann er að komast í slipinn hjá Jökli, þá vill hann bara vera þar. Já, ég veit ekki hvort hann náði með svona rosalega slitin dekk, sko. Hann á greinilega eftir að fara inn í pit. Já, hann þarf að ná, sko, ég held að þetta sé 22-18. Raggi þarf að klára þennan og næsta. Áður hann fyrir pit. Mér sýnist að Raggi sé að halda ansi góðum meðalhraða og hann er bara í mjög góðum málum með að hann startaði 11. Ég ætla að leyfa mér að halda það allavega hann annar kemur í ljós. Það er 30 sekúndur, þetta eru 25 sekúndur að fara í pitinn, cirka. Þeir nú að styttast í að Diego þurfa að fara í pit. Hann er búinn að pitta alltaf einu sinni. Já, fór yfir á softdekkin líka komið, sérðu þessi rastar hringin sem hann er með. 1:29.659. Já, komin sæl og blessuðu kæru gestir. Herri, kíkjum hérna aðeins yfir listan. Jóna er í seinasta sæti eins og er á softdekkjum, hann er komin á softdekkin líka. Já. Agnar á 9 mediumdekkjum, 14. sæti. Hafsteinn hérna í 13. sæti á 9 mediumdekkjum líka. Þeir eru pitta aftur. Róbert 12. sæti á nokkra hringjagjöfnum mediumdekkjum. Ingi með skemmt. Þetta er nú ekki búin að vera góð keppni fyrir hann Inga. Hann er komið skemmtir núna framan á vængnum og... Hann þarf að pitta gott, hann þarf þrjóskast. Já, hann þarf að pitta gott, jú, en þetta kostar hann tíma í pittunum að gera við þessar skemmtir. Og á sama tíma þá er hann búinn að vera að fá alveg óhemmi mikið af refsingum. Þannig að þetta byrjaði rosalega vel fyrir Inga en fór mjög hratt niður í súginn. Já. Magnús Árna á porsinum. Á porsinum í 10. sæti. Þannig að sjáum að Raggi er hérna í pittinu núna. Það verður forvitnilegt að sjá hvað Raggi kemur út. Hann er náttúrulega á eins pits strategíu. Já, hann og Eva náttúrulega fóru, Magnús og Eva fóru hérna snemma inn í pitt. Þau eru með tveggja pittastopp. Það er alveg klárt. Og þau fylltu tankinn líka þegar þau fóru, sko. Já. Dimmi hérna á 9 harddekkjum, hann mun ekki þurfa að fara aftur í pitt. Nei, hann klárar þetta á þessu dekkjum. Hann að Kári 9 dekkjum. 9 medium dekkjum og hann er hérna að elta Evu uppi sem að er á frekar slitnum medium dekkjum. Hann tók bara 18 hard. Ég skil ekki þessa ákvörðun, sko, að hann fara inn. Hvort hann gerði bara einhver mistök, hafa hann ákvað að taka 18-22 en rugglast í kannski. Ég veit ekki hvað ég segja skal, sko. Nei, ekki veit ég það. Þetta er allan mjög furðulegt, mínu viti. Svona allan fljótt á litið, skulum segja það. Það er kannski einhverjar duldar meiningar hérna í þessu sem ég er ekki átt að með á. En hann fór semst á hörðudekk jafn lengi og Jökull fór á mediumdekki. Hann er búinn að koma svolítið ofarlega hérna. Hann er að vísa farin í pitt núna en hann var... Það er mjög fröðilegt að komast upp ef þú fer ekki í pitt. Já, en þetta er núna þá væntanlega seinasta pitstoppið hans, þar sem að það eru 18 hringir eftir. Hann fer náttúrulega aftur á medium. Hann neyddist til þess að fara inn, hann fekk skemmt. Já, við gerum ráð fyrir, við sáum ekki skemmtina en við gerum ráð fyrir að það verið það sem gerðist, þar sem hann fór mjög snemma inn í pitt. Já, ég ætla að leyfa mér að bara halda það þannig að annar kemur í ljós. Já. Hann var hann í baráttu og það var eitthvað hjask í gangi líklegast. En það er spurning hvort að Eva núna sjáum við að hún náttúrulega búin með harddekkin og er að keyra svolítið vel út þessi medium dekk, það er alveg fyrir soft í lókin. Nóg eftir að dekkinu þannig séð. Þú dugar á soft svona 12-14. Já, og þá þarf hún ekki að keyra margar hringi viðbót til að vera komin á þann stað að geta tekið softdekkin. Haldið þetta út handurlega að softdekkin duga, sko. Og Jökull hérna sem hann var að leiða keppnina á hann
var búinn að ná Gunna en fekk síðan refsingu og datt aftur fyrir. Já. Hann svona að draga Gunna upp aftur núna. Við báðir að harddekkjum. Fylgist aðeins með þessu. Það kíkja hans hvað já, já. Fylgist aðeins með þessu, þetta náttúrulega slagur hana. Já, ég vil bara kíkja hvað væri langt þarna í Diego. Já. Þetta er slagur sko, þetta pódiumsæti hann í slagsmálum held ég. Já, Jökull á örlítið nýrri harddekkjum heldur en Gunni. Þessi menn skiptist á að fæsta slap í byrjun og sem Diego búinn að taka af þeim. Þannig að ég held að þessi menn eru hérna ofarlega í 3-4 núna. Þetta eru menn sem eru að stefna á að komast á pall. Og það er nefnilega sko, það er nefnilega eitt sko, ef við heldur á jökli, ég myndi bara vilja á kokkbítur á jökli. Því að það er erfiðara, það er meira að segja sko, að hanga aftur í mönnum sko, ef hún ekki að taka fram honum auðvitað, þá svo mikið dirty air á þessum bílum. Já. Og það er einmitt núna þessari beygju sem er að koma í busstoppinu, eins og kallað er, þar það ekstra slæmt, eða hættulegt skulle ég segja. En hann ekki í slipinu með, hann það langt, ég held að sé ekki alveg, hann ekki þessari hættu sem ég var að minnast að núna. Jökull tekur þetta betur, var þetta refsingavert hjá Jökli? Þarna sjáum við að Diego fyrir inn í pit. Var þetta refsingavert hjá Jökli? Nei. Nei? En hann kominn í... Virkilega vel gert. Já, hann ekki nógu nálægt samt. Eða hvað? Það beygja hérna. Já, en hann gæti gert allavega hérna. Hún glefralegt. Hann gerir þarna. Hann tekur fram úr. En þá Gunni örugglega bara að fara að reyna að halda sig í kjölsoginu. Það eins og áðan. Ég var á því að Gunni verður með góð málum að halda sig í kjölsoginu í Jökli og það stendur ennþá. Það hún eftir að pitta. Ég svona í gróðalli að meina það að þetta 1 og 2 sem í raunverulegi leiðtogar keppninnar. Já, það getur verið. En ég hef svo sem haft rangt fyrir mig áður. Við sjáum það að Davíð hún eftir að fara inn. Já, hann eftir að fara inn, það alveg klárt mál. Meðan Jökull og Gunni eru báðir búnir og ætla ekki að fara aftur inn. Ég fylgjast nú aðeins með þessu, það nú ekki svo mikil, það nú svolítið bil á milli flestra manna á brautinni. Það áhugavert að sjá hvort að Gunni nái að setja þrýsting, því að nú nú alltaf komin í kjölsogið. Já, hann komin í kjölsogið, hann að nálgast. Þegar menn eru svona svipaðar fljótir á þessum bílum, þá getur þetta orðið bara svolítið póker sko. Skiptast á að taka fram. Já. Bara þannig. En Jökull virðist ná að taka busstoppið betur. Já, þarna náði hann að skilja við Gunna. Hann gerði það líka, það var líka sem að gera verkum að hann dróa Gunna á þann. Já. Þannig að þó að Gunni sem ég segi fallegu línulegu hönnun, þá hann ekki alveg með réttu línur en hann í gegn. Hann kannski að passa sig á refsingum. Já, hann var aftur kominn í kjölsogið. Við sáum að Jökull hann var tilbúinn að taka aðeins meiri sensa og það kostaði hann eina refsingu á þann. Já. En Gunni í kjölsogið núna, sérðu. Hann ekkert búinn að segja sér síðasta. Þetta líka þessi bílar svo fljótir, sko. Þú ert svona bara einni beygju aðeins og setja á gjöfunni eða bremsar sko, nokkrum millisekundum of seint. Það var svona eyðileggja beygjuna og næstum aðeins bara komin í skottið, sko. Já. Sérðu? Já. Nákvæmlega sem gerist þarna. Það bara nákvæmlega sem gerist þarna. Bremsaði aðeins betur hann eða kom sér betur gegnum eina beygju og þá var hann bara komin í skottið. Og hvernig er exitið, sérðu? Já, hann með betra exit og hann með kjölsogið. Nú það Gunni bara að halda sig eins og allt hann getur í gegnum busstoppi. Þá tekur hann fram úr á beinakaflanum eftir það. Já, en það sem Gunni tapar á að vera svona nálægt að fara inn í busstoppið er dirty air. Ég að segja, ef hann að halda sig í skottinu á honum í gegnum busstoppið, þá gæti hann, það ef og hefði. Sérðu, hann Jökull hann með smá forskot á Gunna þarna. Já. Jökull er með betri tök á busstoppinu, það er alveg klárt mál. Ég veit ekki hvort að Diego var að bæta tíma, þetta er bara eitthvað rugglina
hraðasti tími. Hann var ekki að bæta tíman, það er svolítið síðan að setja henni tíma. Hann er væntanlega á medium dekkin, já, hann átti eftir að taka medium dekkin. Hann er í 5. sæti. Það er fáralega góður árangur. Og hann þarf ekki að pitta aftur. Nei, hann þarf ekkert að Er pitta eitthvað aftur. fyrir að pitta fyrir honum, annar en Davíð Rúnar? Nei, Kári nær, 13 hringir. Það verður tætt fyrir Kára að taka 13 hringi á medium dekkjanum í viðbót. Já, Diego er sko 22 sekundir fyrir aftan Davíð Rúnar núna. Sko, já. Hvað mörgum sekundum segir þú fyrir ekki? 22. Já, það er ekki nóg. Já, það er nóg segi ég til þess að taka fram og það er 25 sekundur pitturinn. Já, sérstaklega þegar hann þarf að taka bensín. Og já, líka, já, ég er bara búinn að horfa á tímana á þess að taka tillit til bensínáfyllingar. Já. En já, hann þarf tímana að taka bensín, en Davíð. Þá er Kári í 3. Já. Diego í 4. En Dimmi skoðum hvað er Dimmi, hvað er munur á Davíð Rúnar Dimma? Það er kannski líka á að vera pæling. Já, það er 14 sekundur, það er 36 sekundur. Já, þetta sko, þegar Davíð pittar, hvar verður þá Dimmi miðað við Davíð? Já, nákvæmlega. Robby, hérna á... hann þarf að pitta. Raggi þarf ekki að pitta. Raggi þarf ekki að pitta, nei. Hann er að fara að hækka hann allan 1 sæti vantarlega þegar Robby fer inn. Hafsteinn sýnist mér ekki heldur þurfa að pitta. Já, þetta gæti eins og Kári, hann gæti orðið erfitt að klára það, 14 ringi á þessu. Já. Og líka með Agnar. Já. Núna er það að pitta, hann er á softdekkinu hérna. Eva, hún er búin að pitta síðasta þinn. Já. Hannes, hann er líklega búin að pitta líka. Ég held samt að Eva myndi fara á softdekkinu. Ég held það líka. Ég held þetta að vera hard, medium, soft, stratt. Hvað veit maður? Þessi snillingar. Þessi snillingar eru náttúrulega bara að stúdera marga daga fyrir keppni og ég er ekki alveg á þessu leveli sem þessi keppnir eru. Nei, ekki ég heldur. Ég er ekki nálægt þessum brautatíma í mínum blöndum draumum, sko. Þarna fyrir Jóna er inn í pit. 29,6, þetta er eitthvað bara fjarlægur draumur, sko. Ert þú þarna, Danni? 29,6, fastest lap í keppni, sko. Já, nei. Þetta er bara eitthvað rugl. Magnús Árna hérna í 13. sæti og Ingi búið að vera virkilega slæmt reis fyrir Inga í kvöld. Leiðilegt að sjá það, hann tók rosalega góða tímatöku. Já. En það er bara allt sem getur farið úrskeiðis, búið að fara úrskeiðis hjá honum Inga. Hann er búinn að fá refsingar alveg hægri vinstri og svo skemmtir líka, þannig að... Það er athyglisvert að heyra hvernig þetta gerðist æxlaði sjá honum, sko, því að við náttúrulega sáum ekkert, sko, því ég held að það var mikinn hjask og darradansan í byrjun og það verður áhort að heyra hans hlið á þessu máli. Maður veit náttúrulega ekkert hvort það er eitthvað kærumál upp á borði en þessi bílar náttúrulega eru svo rosalega fljótir og hlutin fljótir að æxlast. Sjáum að hérna Jóna er cracked up, kemur hérna 5 sekundum fyrir aftan Inga út úr pittinum. Þetta kemur mér minna á óvart að sjá Jóna í þannig aftarlega með Inga. Jóna hann er svolítið svona eins og hann er svolítið þrjósku hundur, sko, og hann er rosalega sterkur að gera þrembílum. Ég veit að hann er ekki alltaf sá hamingjusamasti yfir að vera að hoppa á milli bíla. Svona bara, þetta er náttúrulega bara frábær gaur og ég er bara svona að segja, sko, og það klikkaði hann náttúrulega tímatakkan og þetta náttúrulega fer svolítið inn í sálartetrið þegar maður menn mistiga sig bara, sko, áður en fyrsta skrifið tekið í sko, adrenunni. Já. Sjáum líka bilið hérna á milli Jökuls og Gunna búið að auka svolítið, að komi yfir sekundu núna. Þetta er Gunni. Heyrðu, hann hefur gleymt að taka bensín, sérðu bensínstöðinni á honum? Þetta er alveg að fara... Og nú er hann að fara inn. Þetta er að skemma fyrir hann möguleikann á pódium. Þetta er ónýtt. Hann verður að fara soft og taka eins lítið bensín sem hann getur og keyrir svo brjálæðingur allir hringi. Þetta er óvænt. Hann er að gefa Kára annarsætið hérna. Já, þetta er... Já, sko... Það er Kári að klára reysi.
10 Já, hringi. ég held það. Það verður mjög tæft. Já, ég held að hann lætur sig hafa það, sko. Ég er alveg 22 hringi á medium. Þetta er bara, það er rosalegt, sko. Þannig já. Þetta er samt alveg greinilegi mistök hjá Gunna. Ég verði að segja, taka undir það með þér. Þetta eru mikið mistök hjá Gunna. Já, hann hefur eitthvað misreiknað bensíndæmi hjá sér. Kemur samt út í 5. sæti. Rétt á undan Dimma, en... Davíð er búinn að pitta. Þannig að hann ekki fór neinn afslátt frá Davíð Rúnar. Nei, Davíð Rúnar er líka soft, þannig að Gunni og Davíð Rúnar er soft. Diego er á medium-dekkjum, hann þarf ekki að pitta meira. Hann er alveg hérna bara í skottinu á Kára. Þannig að Diego er bara kominn í slæginum annarsæti. Kári, já. Kári ég er á því að Kári næri ekki að láta þetta duga. Sko, auðvitað getur hann látið bílinn skrölda á þessu dekkjum, en þetta er ekki neitt að þá er hann að fara að líða fyrir þá og menn eru að fara að taka fram úr honum. Ég set líka spurningamerki, við segjum að Gunni gerði mistök, það held ég að ég held að Kári hafi gert líka mistök. Það getur verið hann að fara aðeins og snemma, kannski svissa ringfjöldanum á... Sett í kollin á sér 18.22, en hann var medium og hard og hann fyrir inn 18. Það var, ég áætla svo, ég hann ætla ekki að taka dýpri árin en það. En ég áætla það að Kári ná ekki að klára þetta reis með góða móti á þessum dekkjum. Við byrja að falla nefnilega svolítið hratt, við byrja að falla. Það er málið. Og Diego að halda bara mjög jöfnu bili í hann Kára. Já. Gunni, já, hann er í 5. en eins og við vorum að tala um á hann að tíman hans Diego, þeim munurinn ekki telja í stigkeppni, þannig að Gunni er í 4. og förum út í þetta. Davíð er þá í líki 3. Klárum það og svo framvegis. Sjá hvað Diego gerir hérna. Sjáðu, nei, ok, hann náði aðeins verra exit út úr busstoppinu en Billy samt, hann er enda í kjölsvæðinu. Já. Þetta er bara tímaspörsmál, þannig að Diego tekur fram úr Kára. Diego er, sko, ef við horfum á tíman hans, hann er í 30 og svo er lágum 30 og hvað er Kári að gera? Það færi aðeins yfir Kára. Já, hann er á enga 29 tíma. Ég held að Diego er að fara að taka þetta og hann er náttúrulega mikið betri dekkjum heldur en Kári. Já. Þannig að þetta er bara hringaspursmál. Jökull er að sigla sig heim. Já, Jökull þar er rauninni bara að keyra þetta bara vel og ekki lendi í neinu. Já. Og þá er þetta bara komið í honum. Já, þetta gæti sko, ég er ennþá með góða spá hérna í spilhánum sko. Ég sagði hérna Jökull, Davíð Rúnar og Kári og það verður áhugavert að sjá hvernig spilast úr þessu. Við höfum hann í byrst verðmingar sendið verðmingar til allar þeirra sem hafa kannski verið að chatta og reyna að senda okkur skilaboð. Við höfum Danni er búinn að vera tæknimaðurinn okkar og vera að svara ykkur. En ég ætla svona að renna aðeins yfir hérna chatið hvort það er einhverjar spurningar. Já, þetta er eiginlega one make keppni, segir Hilmar Veigar, það er alveg rétt. Bíddu, hvað er að gera þetta? Diego, já, hann tekur bara fram úr Kára hérna. Já, það er eins og ég átti von á, ég lýsti því yfir. Þetta væri tíðsvöld. Kári þarf ekkert að berjast við Diego, hann veit að hann er að fá stíðin hans. Já, það er rétt. Og hann veit þegar kannski bara nota slippinn, þeir eru liðsfélagar og þetta hefur engin áhrif á stigagjöfuna fyrir Kára. Þetta eru góð stig fyrir Elko samt. Já, en ég sé að Kári hefur ekkert uppbrúið að halda Diego frátt sig. Hann er ekki minnst en einn stig á því. Þannig að það er eðlilegt að Kári sé ekkert að berjast.
Það bara liðsfélagsandinn og eitthvað þá þetta Diego bara frekar að stundum að hægja á sér og passa að halda Kára í slippinum í raun og veru. Já. Hjálpa liðsfélagum draga hann áfram. Diego og Kári eru ekki saman í liði. Herru, ég alveg út á þykju hérna. En þeir eru með svipaða bíla svona í útliti, þannig að ég skil ruglingin. Mér fannst þetta að þessi græni litur var að trufla mig. Það náttúrulega Davíð Rúnar og Diego. Já. Kári samt að enga síður, þá varum við samt hagsmunir Kára enga síður þeir sömu þó sé ekki leiðsfélagar og það að hann hefur engan hag af því að berjast við Ævar, Diego og vill bara frekar vera í slipnum. Hann ætla að sjá hann nálgast í afturspeglinum og bara getur sér ljóst hann sér hraðari. Hann gæti nú bara reynda að taka sætið aftur sko. Já, en það er að sjálfsögðu. En svo gæti hann líka bara nýtt sér kjölsogi til þess að spara dekkin, þannig að dekkin muni duga út reysið. Já, það er ákveð sem meina sko, hann hefur bara meira hag á því að reyna að elta heldur en að reyna að taka fram úr, þó hann eigi kannski séns á því, þá er það ekkert endilega gott fyrir hann. Nei, akkurat. Gunni þarna að hann lítið á að keyra svo bráðlega, hann er komið 3 hringi í röða núna í 29 garðinum. Já, sæll. Þannig að það er, hann er býtið skjaldarendurna núna. Já, Davíð Rúnar er komið 29.308 sem hraðasta hring. Þetta eru nú eru soft dekkin farin að sýna hversum þau eru megnu og náttúrulega sjálfsög ökumennir á bak við stýrið taka allt sem geta út úr þessu dekkjum, þrista þeim niður í malbyggi til þess að taka beyguna aðeins betur og betri endarhraða. Þetta er áhvert. Kári, heldur að Kári sé að taka 7 hringi á þessu? 6,5. Erfið spurning sko. Já, og það er sko verið áhvert að sjá, þá erum við fylgjast svolítið með hringatímanum hans Kára. Þegar þeir ættu að fara að dala núna bara, mjög hratt. Já, hann hefur 7 sekúndur á Davíð Rúnar, þannig að ef hann næri að halda þessu, en Davíð Rúnar náttúrulega á softdekkjum á blússandi siglingu. Já, og það er ákveð segið, þetta er hann og Gunni líka í humátt, þó að 6 sekúndur, 7 sekúndur líka með Gunna og Davíðs. Ég hef smá ágjörð fyrir hönd Kára. Þetta eru langir hringir, við erum átt okkur á því, þetta er 1,5 mínúta. Og lélugur sko exit hraði, hann telur svo lengi. Já. Þegar dekkin byrja að vera slæm. Það er refsing á Agnar. Það þýðir að hann missir fram úr sér. Hann er kominn fram úr. Hann er kominn upp í 10. sæti. Og fer væntanlega að sækja á Hafstein. Örugglega búið að vera mjög skemmtilegt reis fyrir Hannes eftir að í rauninni uppruna kaflinn þar sem hann datt svolítið langt niður. En það vil ljóta þér. Það hefur örugglega verið gaman að berjast upp aftur. Það verður að setja salt í sárin. Íslandsmeistari sjálfur. Jóna er hérna á softdekkinum að sækja upp hann Róbert Þór sem er líka á softdekkinum, þannig að Já, þetta er og Ingi á mediumdekki með seinasta sæti. Magnús Já, hann var byrjaði í 13. Hann er allan að hækka mitt sæti og Signe Hellignan sjó. Hann þarf hann að pita. Eva, hún er 8. sæti, þarf hún að pita, hún líklega ekki. Já, þetta er orðið svolítið tæft að ná 5 hringjum á þessum dekkjum sko. Er það ekki? 5 heilu hringjum. Og Davíð Rúnar er búinn að minka bilið næstu í 2 sekúndur á einum hring. Já, og það mun verða hraðar. Já. Þessi tími sem Davíð nagar af Kára, eftir þessi dekkin hans Kára, versna. Og Davíð Rúnar er búinn að setja 1.29, 1.41 og hann er á fjólubláum sektor núna. Farðu bænum sko, þannig eru DR-tímanir komnir aftur sem hann gerði fræga fyrir jól. Við vorum byrjað að tala bara DR-tímana. Já, þetta heitir ekki FL-tími lengur. Nei, þetta er bara DR-tímana. Og hann er ennþá að bæta tíman. Þetta er rosalegt, þvílíkur ökumaður. Þarna þekkjum við kallinn, þetta er gaman að sjá.
Hann bara segir velkominn aftur. Ekki að hann fór neitt, hann er þarna í topnum en hann er einstakur ökumaður, þetta tekur til. Hann er náttúrulega A+ ökumaður. Ég veit ekki til þess að séu margir A+ ökumenn. Veistu til þess að séu fleiri A+ ökumenn í Nei, ég held að hann sé svo eini. Í öllum hópnum, það segir sitt. Einstaklega almennlegur maður og mikill herramaður og skemmtilegur. Vittu nú við Kári er komið fram úr Diego. Þeir eru hérna hlið við hlið. Já, hann verður að fara varlega hann Kári. Hann hefur ekkert upp úr þessu að rífast nema að eyða dekkinu ennþá meira. Diego tekur stöðun aftur. Nema þetta líka spilast í hendurnar á Davíð Rúnar og Gunna. Þetta gerir það, út í að núna er Kári náttúrulega bara að slíta dekkinu sínum enda ára. Kíkjum aðeins á Káradekk, setjum á Kára. Já, sérðu? Þetta verður rosalega þetta. Sjáu þið, það kemur Davíð. Já. Og það kemur Gunni. Þetta er frábær sjónarhorn. Vá, þetta var frábær sjónarhorn. Og þarna er Davíð. Og hann bara endilega berri strákar, endilega Kári. Já, þú veist, farið að berjast við Diego. Það er bara það sem hann vill. Það er komin í 3,6, 3,5. Þetta er mjög fljótt að breytast á þessum bílum. Kári mun alveg pottit ekki fara aftur í pit. Sérðu? Nei, hann fer ekki í pit. Hann veit það alveg núna. En þetta verður barátta. Þetta verður sko barátta fyrir Kára. Það er komin í 3,2. Hann fer hérna ytri-línuna, væntanlega til að segja Diego, hann ætlar ekki að reyna að taka fram úr. Þarna gæti sko Kári liðið fyrir Grifið, sérðu, hann misti bara hannan. Sko, nú, hann misti hálfa sekúndu á Davíð Rúnar. Bara 1, 2, 3. Það er bara, það er fyrir alveg að stikkast í það að Kári þarf að fara að verjast í staðin fyrir að vera að sækja. Já, hann sko, hann er að yfirkeyra. Að reyna að taka á móti Diego, taka fram á Diego, vil ég sagt hafa. Það er komin í 2 sekúndur og það eru 3 hringir. 3 hringir eftir. Þetta held ég að Kári ná ekki að halda. Gunni er ekki að ná að halda í Davíð, það eru 8. En sko ég vil leyfa að segja það, sko dekkin hans Kára þegar eftir að fara af Bjargbrún. Þessi bílar, þeir treysta svolítið á dekkin. Þó að sé ekki mikið sko eyðsla þannig sem með margar aðrar brautir. Þá eru að treysta þeir mikið á dekkin af því þeir eru með mikið downforce. Það er náðu enda svo lengi, en þegar þeir fara, þá er það svolítið slæmt. En miðað við það, hvað dekkin eru orðin slitin hjá honum, þá er hann samt að ná að minnka bilið í Diego á þeirri beygju þar sem að reyna mest á dekkin sem eru slitinu. Já, ég verður fróðlegt að lesa pistilinn hans Kára post-race, því að Kári held ég, sko ímyndarinn hann tekið 20-20. Hann tók 18 á hörðum og 22 á mjú, en hann hefur tekið bara 20-20. Það er ekki verið meiri munur en það. Já, 22-18 eins og ég held að væri. Þarna tapar Kári, þarna... Já, það er exitið. Já, það er líka, það er beygjan sem er að taka mest á dekki sem er mest slitið á hann. Já, þetta er... Og sérðu... Já, þetta er bara, ég held að Kári næri ekkert að halda aftur á Davíð, það er bara svolítið. Sérðu Davíð Rúnar, hann er komin núna undir sekund, hann er komin í kjölsogið á Kára. Gunni fór í pit, hvað er að gerast? Ha? Hvað er Gunni að gera? Tók hann aftur of lítið bensín? Ég á ekki til eitt auðvitað. Ég á ekki til orð. Ertu að segja mér hann hefði ekki getað sett í eitthvað smá pitstrat og tekið þetta á... Hvað er í gangi hjá Gunni? Ég verður að fylgjast með hérna, Kári búinn að... Voru þetta ekki þess Gunni bara alveg búinn? Nei. Nei, það var bara bensín? Það var bara bensín. Ég trúi þess ekki. En núna verðum við að fylgjast með hérna, núna er Davíð Rúnar alveg að fara að taka fram á Kára. Já, hann tekur bara fram á Kára hérna, ég er nokkuð alveg viss. Já. Það reyndar áhverð að sjá að Gunni tapaði ekki sæti á þessu. Já, sem segir að hann var örugglega ekki að taka dekk, hann tók örugglega bara bensín. Nei, hann er kannski bara að taka FL. Það getur verið. Það er bara FL tilraun. Þetta er bara eins í formúlunni. Þetta var pjúra strategi hjá Gunna að taka bara fastest lap. Ætla að ná í aukastíð. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram. Það er ótrúlega skemmtileg pæling sem við ekki sé mikið af. Núna ætlar hann Davíð Rúnar, mér sýnist hann bara ætla að taka annað sæti líka.
Við erum að koma inn í seinasta hringin og hann þarf þess ekki. Já, veit Þetta gæti búið upp á hættuna að Kári komst aftur í einhverja keppni. Það þarf þess ekki, en það skiptir ekki máli þá hann þarf þess ekki, það er bara... Já, nei, sko, og ef það verður hnjask, ef það verður, þeir lenda saman. Er hann meðvitaður þetta líka, sko? Maður veit það ekki. Er hann meðvitaður það, hann þarf ekki að taka fram úr. Hann er í öðru sæti. Hann þarf ekki, sérðu? Já, Kári er... Já, langt í Kára, sko. Já, það er líka að spyrja hvort að Gunni, sko, hafi átt sig á því hvað Kári, hann er líklega ekki átt sig á hvað Kári var á liðlegum dekkjum. Þið sjáu það, sko, að Kári bara hrynur aftar. Það er kannski ekki nóg samt. Það er líklega ekki nóg. Dekkin er orðin slitin hjá honum Davíð Rúnar líka, sko. Hvað þetta er skemmtilegt. Kári er að renda í 4. sæti aftur. Herru, ég ætla að kíkja þetta í jökul. Já, við þurfum, við ekki að athuga spennuna þarna. Hann verður bara, hann Jökull verður bara að skilja það. Við erum ekki að horfa á hana því hann er að rústa þessu. Við horfum á baráttuna, það er 0,4, ekki vera með svona... Nei, ok, ekki ná. Heldum okkur við þetta. Nei, hann næri sig ekki. Nei, hann kannski er að hlusta á mig. Hann hefur heyrt að það hefur ekkert upp á sig að vera að taka fram úr. Hann fær sín 20 stig. Hérna kemur Jökull í mark í fyrsta sæti, frábært reysi honum. Diego að koma hérna í öðru sæti. Og Davíð Rúnar í 3. sæti, rétt eftir Kári í 4. sæti. Hann fær 3. sæti stig. 5. skiptið í röð. Það er ótrúlegt. Það er alveg ótrúlegt. Gunni, nei, hann náði ekki einu sinni í bensín. Hann ætlar sér að ná hraðsteng. Já, hann er inn á hraðsteng. Það er það sem... Sjáum hvort hann nái því. Þetta er strategist eins og við gerum í formúlunni. Hann ætlar sér bara að ná hraðasta hring. Hvað er hann að gerast? Já, hann náði! 11 sekúndur, bró. Þvílíkt múf hjá Gunnar, maður. Strategía, maður. Þetta var rosalega. Dimmi, 7. Þetta var góð keppni á Dimma. Raggi 7. glæsileg keppni hjá Ragga. Eva 8. Þetta er náttúrulega frábært í Evu. Hann á að hífast sér svona vel upp. Það var fín strategi hann. Hafsteinn. Þetta er mjög sterkt fyrir Hafsteinn. Mjög sterkt fyrir Hafsteinn. Það er hérna... Ykkur hérna. Já, við erum búin að færa okkur yfir hérna. Við sjáum ekki tala meira hvernig sætaskipanin var. Við kannski náum að finna út af því. Og eftir smástund. Já, hann er ekki alveg með á hreinu hvernig ég geta aðtöku þetta. Hann misti því miður held ég af hvernig þetta fór neðri sætaskipan. Þetta gerðist svo hratt einhvern veginn að... Skulum kíkja á þetta, segjum hérna replayið eldsnögt. Þetta var eitthvað væntanlega hjá okkur. Við vorum með ofur hraða keppnisenda. Þarna kemur þetta er ný fítur sem við okkur líka vel við. Hérna sjáum við líka einmitt staðfestingu á hraðastar hring. Þetta er alveg ótrúlegt hjá Gunna. Þetta var óvænt. Hann var búinn að reikna það út. Hann myndi ekki tapa sæti. Já, þetta er bara þessi formúlunni. Þetta er glæsilega vel gert hérna í honum. Já. Og hérna eru við að sjá þetta. Það eru ennþá út á braut Hafsteinn. Þetta er virkilega vel gert hjá Hafsteinni. Kemur sér vel fyrir hann í botnbarði. Agnar 10. Raggi hérna var fyrir ofan. Þetta var mjög góð keppni fyrir Ragga. Já. Hann endaði þarna fyrir efri hlutan. En svona fór þessi keppni. Já, fara aftur í solt fyrir mig. Nú fyrir ekki það. Já, ég vil svo efri hlutan aftur. Það er svona að gera aðeins að renna yfir þetta. Okkur liggur ekkert á að flýta okkur. Raggi þarna í 7. sæti. Þetta eru besti árangurinn hans í ár, held ég. Ég held það. Ef ekki, þá er alltaf, já, þetta er besti árangurinn hans í ár. Þetta er frábært í honum. Eva kom sér vel upp töfluna. Hún var greinilega með eitthvað strategíu sem aðrir voru ekki búin að sjá. Sem skilaði henni þó upp, sko. Hún byrjaði í 14. Það er rétt. Hún byrjaði í 14. Já, eftir að hafa lent á vegg hérna í tímatökum. Það var bara Jón Ægir sem byrjaði aftar. Þannig að þetta var vel keyrt hjá Evu. Kári, 4. En hann fær 3. stigs stiginn og það er en samt í 4. sæti. Það er svolítið skemmt. Það er 5. keppnin röð í 4. sæti. Já, pældi því. Það er ótrúlegt. Og það eru bara 3 keppnir eftir.
Ef við svona rennum líka yfir hvað var það sem sko skilaði þessu í hús, það var náttúrulega bara Jökull var einfallega hraðastur í dag. Já, Það var ekki strategían. glæsilegur akstur hjá Jökli, sko. Kári, það eins og segi, það verður forvitnilegt að heyra í Kára með hvað gerðist sko. Ég held að hann tók feil á hvað hring hann ætlaði að taka pitt á medium. Getur verið. Hann mun bara þá staðfesta það eða afsanna eða komið sín rök, það verður það bara komið í ljós. En hann sko, hann átti að vera einu sæti ofar. Í rauninni. Ég er alveg sammála því að ef hann hefði byrjað þarna, já, hann hefði tekið 2 hringjum fleiri á hardekjunum, allavega þá hefði hann örugglega. Það hefur verið sko, það, ég meina, já, það liggur bara ljóst fyrir í mínum huga að ef Kári hefði sett hérna 2-3 hringi aukalega á hard, þá hann ekki þurft að líða fyrir það að hafa svona slitinn dekk í lokin. Nei, akkurat. Já, við erum í mynd. Við erum í mynd. Já. Það er mannur að sjá það hérna á skjánum að hvað er í gangi, en já, ég held það verður endilega að fylgjast með þessu öllu á hérna á Facebook-grúpunum okkar. Við erum með GTC Iceland Facebook-grúpur, þar sem fer fram umræða keppnir og vel á minnst að Guffi er svo duglegur að minnast á það. Við höfum ekki gert neitt af því, en við hvetjum alla sem hafa gaman að kappakstri, rafkappakstri að skrá sig til leiks. Við erum alltaf að keppa á mánudum aðra hverja viku. Klárlega, allan daginn, og svo náttúrulega líka er þetta núna fyrsta keppnispurning. Það væri gaman að vita hvort að einhverjir af keppendum hafa verið að keppa á VR headsetinu, Virtual Reality. Já, ég efast það. Það er bara það sem þú sagðir. Það sem ekki ógleðið sem fengir í að vera mennist þessu. Þetta virðist fara illa í mig, en það fer ekki illa í alla samt, sko. Sumir alveg að ná nokkrum klukkutímum með ekkert vandamál. Ég næ korteri til 20 myndum. Já, ég á ekki svoleiðis skripp ennþá. En já, ég ætla að klára það sem ég var að segja. Á morgun verðum við að keppa í fyrstu deildinni á sama tíma, annað kvöld, og svo á miðvikudaginn eru tvær keppnir viðbót. Við erum fyrstu deildinni, eins og segja, á morgun, og á miðvikudaginn er önnur deildin og opna deildin. Þar eru allir velkomnir. Það er opin pláss fyrir þá sem vilja pröfa sig áfram í þessu. Já, nákvæmlega. Að gera að taka einu og eina keppni, bara svona að sjá hvernig þú ert að fíla þig. Þetta er stórkostleg skemmtun og við erum alltaf með opna arma fyrir nýju keppendum. Já, nákvæmlega. Opna deildin keppir einmitt á þessari braut, á þessum bílum eða þessum flokka bílum. Já. Og það er einmitt eins og hann Binni segir hérna, það er opin pláss, plásslaus. Það er ennþá plásslaus og hvetjum alla til að taka þátt á miðvikudaginn og pröfa sig áfram og það var gaman að. Já, og fyrir þá sem vilja fá frekari upplýsingar, þá erum við að kíkja á Facebook síðuna okkar GTS Iceland, umræðuhópur eða samræðuhópur. Já, og bara koma í grúppuna, segja hæ. En að lokum held ég að það er ekki vegi að óska Jökli til hamingju með árangurinn. Ævar, Valur, Diego. Já, komin sem varamaður og taka svona svakalegt reis. Já, Davíð Rúnar. Já. Hamingju. Hann var náttúrulega öðru seti fyrir ekki að hoppa yfir hann, þetta var svo mikið drama sko. Þetta breytti svo mikið hann í lokin. og sjálfsögðu Kári með 4. seti til hamingju 4. seti. Já. Þó fáir 3 stigs stíin. Nákvæmlega. Og aðri keppendur Alandum að strá salti í sárin. Já, það er bara gaman að segja það er svo gaman að segja hann er bara fastur í 4. seti sko. Já, þetta er 4. seti season hans. Og þökkum öllum keppendum fyrir þáttökuna og öllum ykkur sem heima sitið fyrir að hafa hort. Við þökkum fyrir okkur, Brynjólfur heiti ég, og við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir samveruna, Daniel. Já, takk sem leiðis. Og næst verður það eftir 2 vikur, þá verður Guffi komin aftur. Þá verður þú og Guffi saman. Já. Ég í tæknistjóra klefanum mínum, þannig að það verður væntanlega aðeins þægilegra útsending þá. Genguvandi snuðurlausar fyrir þá. En takk fyrir okkur í kvöld og sæla sinni. Takk fyrir áhorfið.